Byrja. Hvað var að taka viðtal við það? Ég var að taka viðtal. Ég er ekki með neina spurningar, Tómas var með það sko. Tómas er með alla spurningarna sko. Einar, hann sendi þér einhverja spurningar. Hann er með alla spurningarna, hann Tómas sko. Já, ertu með eitthvað þannig? Hvað? Með beinni sko. Hvað er þetta að byrja? Já. Hvað er að gera? Reynda bara þess að ég sigga. Já. Já. Hvað er þetta fyrir Eysteinn eða Sigga? Bara bæði sko. Ég segi bara Siggi staðinn fyrir Eysteinn sko. Hvað fyrir spurningarna núna? Þú veist að þú getur taka allir og þú eitt, ég tvo eða eitthvað. Þú getur bara tekið þetta við það sko. Bara sjálfur sko. Ég sér mér ekki bara deili sko. Tekur þetta bara aðeins. Ekki? Það taka þetta sjálfur bara? Já. Það er ekkert flókið sko. Það er svolítið illa að sé með þetta svona sko. Horfa niður, eða ekki? Getur bara haldið á sig eitthvað, þú veist. Það bara... Já, það var að koma inn. Bara að byrja? Koma hingað? Já. Jú. Að byrja? Koma bara hingað. Sæll Siggi, nú eru þið komnir aftur í Pepsi síðan 2018. Hvert eru markmiðið þetta ár? Við erum bara búin að ákveða að taka hvert leik fyrir sig. Núna er það bara Stjarnan, við ætlum að reyna að vinna þá og vonandi tekst það. Við teljum okkur vera með gott lið og viljum standa okkur vel í sumar og vonumst til að Reykjanesbær verði stoltur af liðinu sínu. Herru, hvernig eru menn í dag? Er allir ready í þetta? Hvernig er andinn inn í klefa til dæmis núna? Andinn er mjög góður. Það eru smá meiðsli í hópnum. Marley Blair, hann er meiddur hjá okkur og verður svolítið áfram. Hann tóknaði aftan í læri. Og aðrir eru heilir, klárir í slaginn, en svona í minst góðu standi, sem eru að stíga upp úr meiðslum, eins og Maggi. En hvernig eru erlendu leikmenn liðsins? Eru þeir bara í góðu standi og tilbúinir í átök? Já, allir tilbúinir í átök og bara klárir í slaginn og spenntir að fá að spila. Það er smá vindur en það er sól, alltaf sól í Keflavík. Já, en svo, hvað finnst þér nýja nafni á vellinum? H.S. Orkuvellinu, það er nefnilega góð nefna. Mér líst bara rosalega vel á það og frábært að fá nýja styrktaraðila inn og við erum spenntir að spila opnunarleikina á H.S. Orkuvellinu. Já, gangið vel Siggi, áfram Keflavík. Takk hérlega, Keflavík. Komið. Já, þetta var hann Siggi Raggi og hérna byrjunarliðin, þau eru að detta inn hérna, duttum fyrir hálftíma síðan og hérna ein breyting að liði Keflavíkur, það er Adam kemur út og inn fyrir hann kemur Ísak sem var meiddur í síðasta leik og byrjunarliði hjá Keflvíkingum er þá Sindri Kristinn í markinu og hérna síðan er Ísak Óli, Nacho, Davíð, Ari, Kían, Sindri Þór, Ástbjörn, Joey Gibbs, Rúnar og Frans. Þeir eru í byrjunarliði Keflvíkinga en byrjunarliði Stjörnunnar eru Haraldur Björnsson, Brynjar Gauti Guðjónsson, Daniel Laxdal, Hilmar Árni, Þorsteinn Már, Heiðar Ægisson, Eyjólfur Héðinsson, Elís Rapp Björnsson, Emil Atlason og Tristan Freyr og Kristófur Konráðsson. Þannig, hvernig líst þér á þennan leik? Hver er þín tilfinning fyrir þessu leik? Ég meina þetta er erfiður leikur, Stjarnan, þetta er gott lið á Stjörnunni, samt er nýjan þjálfara, hvað eru margar breytingar? Eru búin að gera eitthvað breytingar eða? Já, Stjörnunni? Já. Þeir eru með eitthvað, ég er ekki alveg viss. Hvað eru búin að gera margar? Já, þeir eru með 2 breytingar. Já, ég meina þetta verður erfitt fyrir Stjörnuna að koma nýjan þjálfara, er að koma á sterkan Keflavíkurvöll, ég meina ég spái þessu 20 jafntefli. 20 jafntefli. Já, ég meina eins og þú sagðir, Rúnar sagði upp núna á miðvikudaginn og hérna Þorvaldur Örlygsson kominn inn, aðstoðarþjálfari
Rúnars, þú veist Út fyrir Tómas. meðþjálfari Rúnars hérna og hann þekkir hópinn vel. Hann kom inn hérna á síðasta ári, seint á síðasta ári og hérna hann er alveg, það er rosaleg reynsla hjá honum, þjálfaði U19 landslið í einhver 9 ár, nei 6 ár segi ég afsakið. En já, þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig þeir koma hérna á Keflavíkurvelli. Heyrðu, þú var spá í markaskorarana eða? Markaskorara? Já. Hver heldur að taki mörkin? Joe Gibbs með 2, ég held að. Já, og svo á Stjörnunni segi ég Hilmar Árni 1 og Daniel Laxdal 1. Já, ok. Já, það er press á Stjörnumönnum fyrir þennan leik. Það er náttúrulega jafntefli við Leiknismenn í síðasta leik og Þetta er bara must win leikur fyrir Stjörnuna og Stjarnan verður að vinna leik og nákvæmlega saman með Keflavík, sko. Nákvæmlega, þetta er einhvern veginn, ég myndi segja að þessi leikur segir svolítið til hvernig þetta tímabil verður hjá Stjörnunni. Já, En það verður gaman að sjá hvernig þessi leikur, sko. Keppum mótið öðrum nýliðum núna og hérna... Gerðu 0 í aftöflum út af þeim. Ha? Gerðu 0 í aftöflum út af þeim, Stjarnan. Já. Og hérna, mér fannst Leiknismennir í þeim leik, það fannst mér Leiknismennir ekkert vera síðri heldur en Stjörnumennir. Þetta var fínasti leikur hjá þeim og... Nei. Mér finnst Stjarnan... Þú ert fyrir, Tómas. Mér finnst Stjarnan vera nú svolítið ofmetið lið. Mér finnst þeir einhvern veginn það sagt eins og séu aðeins betri heldur þeir í raun og veru. Ég meina, Stjarnan hefur ekki unnið Íslandsmeistaratitilinn síðan árið 2014 og samt er alltaf einhvern veginn spáð og hátt í deildinni. Já, það er alveg góða punktar hjá þeir, sko. Já, Rúnar náttúrulega sneri þessi lið bara einhvern veginn, eða setti þetta lið bara alveg á blaðið, kom hann að setti, vann Íslandsmeistaratitil fyrir það og bikarmeistaratitil og hérna, en nú er hann hættur, þannig það verður mikil pressaði núna, en næstu 2 leikir hjá okkur það verður erfiðir leikir hjá okkur. Það er Breiðablik og svo Káa. Káa mjög erfiður leikur og Breiðablik, líka Breiðablik. Já, líka Breiðablik. Breiðablik í næstu umferð. Það er erfiður leikið á Keflavík. Já, Breiðablik hafa samt ekki verið mjög góðir núna í þessum fyrstu 2 leikjum. Töpuðu á móti KR og hvernig var jafntefli 3-3 á móti Leikni. Já, 3-3 jafntefli. Töpuðu á Leikni segir maður. Þeir eru mjög segir, búin að vera flottir hérna, komnir með 2 stig. En hérna, þeir voru bara gjörsamlega yfirspilaðir að KR hérna í fyrsta leiknum. 2-0. Leikurinn bara búinn eftir fyrstu 15 mínúturnar, bara á móti KR. Já, það er alveg rétt hjá þér. Þannig, mér finnst einhvern veginn að við gætum alveg fengið stig á móti Blikum. Já, og Káa, nei, ég held að við náum ekki stig á móti Káa. Káa, það er... Káa er erfiðari leikur á mínum mati, sko. Káa er mjög góður, unnu KR. Unnu KR, 3-1. Hvernig fór fyrsta leikurinn? Það var 0-0 á móti HK. Þeir eru náttúrulega mjög segir varnarlega. Já. Og hérna, en við erum líka mjög góður að koma okkur í færi. Við sáum það bara á móti Víkingunum. Já, sástu rángstafana í Káa eða? Sástu það? Já, þetta var... Það var aldrei rángstafana. Já. En hérna, já. Þetta var... Ok. Og já, við tökum okkur bara smá pásu hérna, komum hérna eftir nokkra mínútur. Bara, tökum smá pásu. Jöp.
Já, heyri, þú fer bara, þú kemur bara. Er það komið? Já, góða kvöldi. Þú komið í gang? Já, Er þetta komið? í gang. 10 mínútur í leikinn hérna hjá Keflvíkingum og Stjörnumanna. Þetta er spennandi leikur. Það er nauðsynlegt fyrir Keflvíkinga að fá stig í þessum leik. Í síðasta sæti, eins og staðan núna, með 0 stig, eina liðið með 0 stig. Alveg agalegt. Þeir þurfa að stíga að halda hér. En stigin muni samt koma sko, ég viss það sko. Stjörnumenn með 1 stig, 0-0 jafntefli við Leikni í síðustu umferð. Þeir verða líka að vinna þennan leik hérna, must win leikur fyrir bæði lið. Og Rúnar hættur með Stjörnuna og Þorvaldur Örlygsson kominn. Það verður náttúrulega virkilega erfiður leikur fyrir bæði lið. Keflavík kemur móti góðu Stjörnulið sem hefur gengið vel síðustu tímabil í Pepsi-deildinni. En náttúrulega Stjarnan komið nýjan þjálfara, 2 breytingar, gerðu jafntefli móti nýliðum Leikni. Já. Mjög erfiður leikur fyrir bæði lið og ég bara get lofað eitthvað því að þetta verður mjög spennandi leikurinn í kvöld. Já. Koma hérna í Keflavík, hérna, þetta er erfiður útivöllur. Já, og ekki að lesa byrjunarlið einu sinni, lesum byrjunarlið einu sinni. Byrjunarlið einu sinni, ok. Tökum byrjunarlið einu sinni. Byrjunarlið Keflvíkinga er... Já, byrjunarlið á Keflavík er... Við ætlum aðeins að kíkja á það. Já, hérna. Og ég lesa það. Byrjunarlið Keflvíkinga er Sindri Kristján Ólafsson, Ísak Óli Ólafsson, Nacho Heras, Davíð Snær Jóhannsson, Ari Steinn Guðmundsson, Kian Williams, Sindri Þór Guðmundsson, Ástbjörn Þórðarsson, Joey Gibbs, Rúnar Þór Sigurgeirsson. Þarna mæta Stjörnumennir alveg brjálaða til leiks. Áhorfendurnir eru alveg partí þarna. Og byrjunarlið Stjörnumanna er Haraldur Björnsson, Brynjar Gauti Guðjónsson, Daniel Laxdal, Hilmar Árni Halldórsson, Þorsteinn Már Ragnarsson, Heiðar Ægisson, Eyjólfur Héðinsson, Elís Rafn Björnsson, Emil Atlason, Tristan Freyr Ingólfsson og Kristófer Konráðsson. Og við strákar, ég hef spurningu fyrir ykkur. Bekkjarleikur. Það kemur ekki fram hér en ég meina... Strákar, ég hef spurningu fyrir ykkur. Brá. Hvernig haldið þið Keflvíkingar munu spila þennan leik? Munu þeir vera mikið að pressa? Munu þeir pressa ofarlega eins og liðin í ensku úrvalsdeildinni gerir þetta oft? Eða verða þeir neðarlega? Pressa þeir neðarlega? Ég meina, við erum með 5 varnarsinnaða leikmenn inn á vellinum, þannig ég held að við séum að fara að spila bara vörn og skyndisókn sko, ekkert annað en það sko. Bara Mourinho boltinn. Mourinho boltinn, hann er... En hérna, já, náttúrulega 5 varnarsinnaða leikmenn. Ein breyting hérna á liði Keflvíkinga, Adam kemur út fyrir Ísak Óla. Adam náttúrulega sóknarmaður eða kantmaður og Ísak Við erum að spila mjög varnarlega, við erum að stilla þessu mjög varnarlega upp sko. Það eru, mér finnst einhvern veginn vera 2 útkomur hérna. Við getum annarkvort spila með 3 hafsenda og 2 bakverði eða við spilum með 3 hafsenda og 2 kantmenn. Annarkvort 5, 4, 1 eða 5, 2, 3 eða eitthvað þannig eða þá vera með 3 hafsenda og bara fá þessa bakverði ofar. En strákar, hvað finnst ykkur um nýju útlendingana? Nýju 3 útlendingana? Keflavíkurliðinu? Nei, nýju 2 útlendingana afsakið. Marley Blair og... Já, Marley Blair, Kaninn hana, nýji Kaninn, strækarinn. Er hann í liðinu þá? Hann var í MLS 2. Ég held að hann sé hérna á bekknum. Hann er komin í EF. Hittu upp á það? Já, hann er á bekknum. Ég hef ekki séð neitt frá honum en Marley Blair, það sem ég hef séð á honum bara mjög góður. Hann er mikill sprengikraftur í honum og flottur. Ha? Já. Já. Tökum við viðtal. Einar er með þetta. Jú, hæ. Tómas. Á, ég tökum viðtalið. Já, til það. Nei, ég er ekki snúð. Allt í lagi. Þið er aðstofað með þetta. Hvernig er andinn í liðinu fyrir þennan leik? Hann er góður. Þetta verður erfiður leikur út af vindinum. En ég held að við tökum þetta. Haldið það ekki það? Jú, ég er rétt vonað með það. Ertu ekki byrjunarliður? Nei. Nei, það var ég inn í klefa. Já, nákvæmlega.
Nú er það að keppa móti sterkur lið Stjörnumanna. Hvernig undirbúið ykkur fyrir svona leik? Ég held að það sé bara eðlilegur undirbúningur, taktík, klassísk taktík fyrir leik og bara allt góða æfingu. Já. Og ég held að muni skila sér á vellinum í dag. Haldið það ekki? Jú, Nákvæmlega. ég held það. Vonandi. Núna erum við með 0 stig, í síðasta sæti eftir 1 leik. Eina lið með 0 stig. Hvernig ætlið þið að spila þetta? Ætlið þið að spila sóknarbolta eða ætlið þið að vera tilbaka eða hvað? Ég held að við spilum bara okkar bolta, förum hátt á völlinn, pressum á það. Já. Ég held að það breytist ekkert sama hvað sem er 0 stig eða ekki sko. Ætlaðu að pressa ofarlega eða ætlaðu að Það hefur ekki verið að fylgjast með liðinu, við pressum alltaf. Já. En þú veist, hvernig bolti er það að spila í dag? Er það að pressa mjög? Já, hann var að segja. Við pressum. En það verður náttúrulega erfitt að spila einhvern fínan bolta í vindunum. Já. Völlur er líka ekki alveg góður sko. Já. Byrjun maí. Já, nákvæmlega. En nú erum við með 5 varnarsinnaða leikmenn. Erum við þá bara að pressa eða? Með 5 varnarsinnaða leikmenn inn á vellinum? 5 varnarsinnaða? Já. Hver er varnarsinnaður sem var ekki í síðasta leik? Ísagóli? Ísagóli. Nei, Ási er á hægri kanti. Ok, já, þá skil ég þetta. Hvernig er nýji kaninn í liðinu okkar? Hann er flottur, hann er ennþá komast alveg í gang, já. Já, ég skil. Hann á eftir að standa sig vel. Já. En Marley Blair, hvernig er hann búinn að standa sig? Hann er meiddur. Já, aftur í lagið, ekki? Já. Hann var En drullu hvernig er hann búinn að vera góður á æfingu? Já, mjög góður. Já, ég skil. En hann að Kían og allir aðrir útlendingar eru fínir bara? Já, toppmálum. Já. Það er gott. Takk innilega fyrir. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Þetta var gott viðtal. Já. Ekki stíga á snúrunni. 5 mínútur fyrir leik hérna. Það er komin stemming í hópinn. Silfurskeiðin mætt hérna að einhverjum hluta. Takk að við. Og hérna allir í toppstandi. Hvernig er tilfinningin? Tilfinningin er mjög góð. Ég held samt að við náum ekki, ég held ekki að við náum, ég býst við kannski 1 stigi í dag. 1 stigi? Yfir hefnir. Tómas, þú með á törnu? Já, ég sá það. En þú ert ekki jákvæður fyrir þessu leik? Nei. Og lítið sko. Ég meina Ástþór var að spila, var hann ekki að spila? Hann var í Hafsend síðast leik. Já, Hafsend síðasta leik og vilti spila á hægri kantinu núna. Það er eitthvað sko. Hann er reyndar, ég ætla að Hann er taka fáránlega góður. Fáránlega ákveðinn. Hann er rosalegur, hann er duglegur, hann er sterkur, hann er fljótur. Já. Hann getur vel spila á kantinum, hann er bara rosalega góð leikmaður. Hann getur spila bara nánast alls staðar, nema kannski frammi, ég veit ekki með það. Já. Já. Hann leysir alla stöður vel. Já. Allavega það sem ég hef séð á hann, þá er hann bara mikil dugnaður í honum og hérna, góður varnarleikur og allt svona, tækni og allt í toppstandi. Taka viðtalið við Marley, ég reyna að gera það. Hendi ég viðtalið við Marley sem við hefðum rétt hjá. Andrés, viltu vera að ná í hann? Ég? Já. Já. Þú gefur spurningana, ok? Tommi, þú meina? Þú hjálpar mér líka? Já. Ok. Andrés, ná í hann. Birgir, ná í hann. Nei, Andrés, ná í hann. Þú líka. Mínútur í leik. Ok, ná í hann. Ég verð, byggjum mig. Ok, hvað? 3 mínútur í leik og... Ok, hei, þú verður að láta hann á mækinn. Taka viðtalið. Já, tökum viðtalið við hann. Taka viðtal. Blessaður Rami. Viltu ekki láta hann á mækinn? Jú, láta hann á mig. Hello Marley, welcome to our interview. We're gonna ask you a few questions. Yeah, no problem. So, how do you like Keflavík? I love it at the moment. Yeah. Obviously, it's different to be in a different country. Yeah. Like I'm from England. Yeah, I understand. Obviously, the first time So, being yeah. in a first team environment. Yeah. But being injured at the moment's a bad thing, but obviously now the game is here and I just hope the boys win. Yeah. So, how did you injure? In training or? Yeah, in training. Just a hamstring. Hamstring? Yeah. But how are you feeling in hamstring right now? Getting stronger. Yeah, getting good. Hopefully back soon. So how many weeks until you I get? don't know. Yeah. But yeah. How do you think this game is gonna go? We're going to win, of course. I don't know what score. Yeah. Stjarnan is of course a very good team, but yeah, Keflavík have been semi like during Pepsi-deildin. Yeah. So I think personally Stjarnan will win, but we will see. Wait and see. Yeah, we will see. Where's the positivity? Yeah, exactly.
Thank you so much. Good luck, man. Blessaður. Nú að keppa hérna á sterkum útivelli. Hvernig tilfinningin fyrir leiknum? Bara mjög góð, ég held við séum með mjög góðan hóp og breiðan hóp og ég held við getum bara alveg tekið þetta í dag. Núna var Rúnar að hætta á miðvikudaginn og hvernig hann kemur hérna aðstoðarþjálfari, hann kemur inn og hann þekkir ykkur bara ágætlega, ekki? Jú. Hvernig haldið ykkur gangi þegar hann er svona aðalþjálfari? Þorvaldur ekki, þetta er hann. Jú, ég held bara að Þorvaldur er mjög, bara... Þú tala og ég tala. Þorvaldur þekkir okkur bara alveg jafnvel og Rúnar og hann er bara að gera mjög góða hluti. Þetta er reynslumikil þjálfari og flottur, bara hvernig haldið þessi leikur muni fara? Þetta verður erfið leikur en betra liðið vinnur. Já. Já, ok. Takk. Gangi ykkur vel. Heyrist alveg vel í mér? Þá er leikurinn að fara að byrja. Já. Stjörnumenn byrja með boltan. Leikurinn er farin af stað. Þá er boltinn kemur hérna. Rúnar helvíti sterkur. Algjör törkutól. Já. Það horf? Nei. Heyrðu, við erum að láta það fara í burtu, sko. Já. Að biðja að fara í burtu? Já. En vissulega salernis aðstæða í boði, hún hefði inngang inn á svæðið. Frekari upplýsingar salernarstöðu og veitingar eru á vegg skúta. Það má ekki sýna á vegginn, þannig að... Nei, þetta. Stjörnumenn hafa hérna innkast á hægri kantinum framan að. Stjörnumenn eru ofarlega núna. Já, Stjörnumenn er mjög að pressa mjög oft. Frábær tekník hérna hjá Kian Williams. Já. Nacho hérna kemur með boltan og... Svona. Heyrðu. Nei, Kian Williams með boltan. Kian Kian Williams, gefur hann að Sindra. Sindri æðir úr kantinn, kemur hann með henn. Flott hjá Áspjörn. Áspjörn, Aftur á Sindra. Sindri, á Kian. Sindri, og skotið! Svo er stöngin! Þetta er stöngin! Það verður stöngin á. Boltið fyrir inn. Við segjum aftur inn í þeigen. Það er skallaði burtu. Markmaður Stjörnunnar handsar með þennan bolta. Haraldur Björnsson með bolta. Hægir bara aðeins á þessu. Þegar Stjörnumennum komast í stöðu. Bæði liðið byrja með mjög miklu kraft. Þarna bara fyrir. Já. Þetta er geggjað. Þetta er gott. Þetta er lúksus. Það væri betra að við höfum sæti en það er annar mál. Já. Ari Steinn vinnur boltan hérna. Hann fyrir bara beint út af innkast sem Stjörnumenn eiga hérna. Stjörnumenn áhorfendur Stjörnumenn að... Nei, þetta var stöngin. Stóngarskot. En... Næsta færi hérna. Takk fyrir það. Ísak Óli, íkominn hérna. Ísak Óli, gefur hann Joe Gibbs. Nær ekki skallan. Stjörnumenn með boltan. Hvað er þetta brotið? Þetta Draugast með það. hlýtur að vera eitthvað. Þeir rundi manninn. Já, eitthvað sem að Stjörnumenn eiga. Keflavík byrja vel og miklum kraft. Já. Stjörnumenn syngja og tralla hann yfir stúku. Kian Williams hérna á vinstri kantinum. Kian Williams með frábæra tekni. Kian Williams. Hann hendir sér, kemur með kross Inni! Og Og markmaður Stjörnunnar grípur þetta frábærlega. Fingast að sendingarnar
Ástór er mjög fysikal leikmaður, já. gefur ekkert eftir, gefur ekki neitt eftir. Náttúrulega spilaði Hafsend síðasta leik. Flott hjá Ísaki Óla hérna, fer upp í alla skattabolta. Strákar, miðað við hvað ég er að horfa núna, þá hef ég alveg trú á Keflavík. Já, ég er ekki eins og grínast, við getum bara... Við getum alveg tekið hann leik, eða hvað? Heyrðu, Hvað er í gangi? Stjörnumennina? Rétt fyrir utan tegina. Hérna er brotið Ástóri eða hvað? Nei, Dómari dæmir ekki neitt. Stjarnan með boltanum á vinstri kantinum. Leikmaður með 32. Gefur hann skot! Skotið en Sindri verður þetta. Glæsibræður. Ísak Óli er brjálaður út í prófum. Hvað er í gangi? Það er eitthvað, allt er vitlaust hérna. Við sáum ekki nógu vel, hann er alveg farinn greið. Sindri liggur hann eftir. Sindri að meiðast eða? Jæja. Sindri lá þarna eftir. Eins og dauð mús. Segir svona Sindri geggjaða markmaður. Það var flottir í síðasta leik, átti geggjaða vörslu hana. Já. Sindri ekki með langa bolta. Hann endur á kollinum á þeim. Stjörnumenn vinni þetta hérna. Heyrðu, Keflvíkingar sækir hratt. Jói Gibbs með boltan. Fer framhjá en bolti rennur mjög mikið vegna þess að völlurinn er bara hreinlega mjög blautur. En allt í fínu með það. Já, mjög bara, það er bara fínt. Ardi Björnsson með boltan. Leggur hann í. Þetta er mjög erfitt að ná. Þurfum að sjá mínútuna, það væri gott að sjá hvað mínúta það væri. Á getur við að sjá þetta. Það? Innkast sem stjörnumenn eða Hafa úrslitin net.ra. Ástbjörn. Bara trúir ekki. Hvað er númer í FBK? Stjörnumenn takir þetta innkast. 08. Innkast hérna í 08? Nei. Bolti gefur hérna hægra megin. Bolti gefur hægra megin á en Tían fylgir eftir en frábærlega vel gert hjá okkar mönnum, hendir sér fyrir boltan hérna. Keflvíkingar sækja hratt núna. Davíð Snær kemur um Ástór. Neglir hún minna fram. Þetta er aðeins svo mikil kraftur á þessum. Endar í höndum á Haraldi. Stjörnum með boltan. Keflvíkingar er að pressa þetta vel. Já. Þetta var frábær pressa hjá Keflvíkingum. Ég hélt nú að það var að fara að spila varnarlega leik en alls ekki. Þetta er með hérna 5 Varnir sinna? Já. En við erum búin að sjá hann á þessum fyrstu mínútum að Ásbjörn, hann getur leyst þetta hægri. Þú veit hann að segja, Já, líka við. Keflvíkingar er þetta Nacho, setur hann upp á Rúnar með mann í bakinu, setur hann út en stjörnumenn vinna, nei, Davíð á boltanum. Þið verða nú svona svolítið að fara að fatta þetta, þessi boltar er ekki mikið að fara að virka held ég hérna þegar við erum með vindinn, það er frekar mikill vindur hérna í Keflavík sko. Já. Birgir. Já, stungusetningar hérna reyna að koma í gegnum verðina. Nei, ég er bara sjálfur með sko. Fýtt hraði á þessum líka. Halló. Spurning hvort að... Ertu ekki með lengri snúru fyrir þetta? Ingast hérna. Bara hérna? Þetta er langt ingast. Ætti að vera Birgir, það er að vera hann. Birgir. Það var hérna boltan. Þú ert að vera bara svona. Svo færi borðið aðeins hérna. Andrés. Borðið. Bara svona. Nei, þú bara hlættir maður ekki með stuð. Þetta er helvitis. Lyftið í borðinu aðeins og Takk, setur hérna út á Nacho. Lyftið í borðinu. Svo fer aðeins á það með boltan. Takk fyrir ekki. Setur hérna upp á Ara.
þegar maður ekki er að springa. Og Ha, Stjörnumenn heyrðu þú mér? Skyndir. Nei, ég heyri ekki þér. Þessi bolti við beint. Ekki strax, út af hann. Halló? Já, ég heyri Ok, þér. geggjað. Heyrðu. Á Andrés líka á svona eða? Ekki? Nei, nei, ok. Ok. Heyrðu, Kían Williamson var boltan. Setur hann Ég, umrætt en Stjörnum markaður hans saman að lóta. Arnaldur Björnsson búinn að grípa þó nokkra bolta hérna. Neglur honum fram í hérna og Nacho fyrir að hendi sér upp í þetta. Við erum ítrykka það að á vellinum gildir grímuskylda. Grímuskylda, já. Þar höfum við það. bolti kemur hérna út á vinstri kantinn. Stjörnumenn með boltan fara hérna. Ástór mjög fysikal og bara að vinna hann á hann þetta. Já. Ástór, mjög góð leikmaður. Mjög góð leikmaður. Klassa leikmaður. Getur spilað allstæðir eiginlega, bara. Það er bara svona. Jú, var Áspjörn, afsakið. Við taka fram Áspjörn, afsakið. Bolti kemur hérna niður á Sindra. Keflavík með boltan, Sindri Kristinn. Í vandræðum. Sindri er miklu vandræðum. Miklu vandræðum og hann Næri sér innkast sem Stjörnumenn. Hann næri sér innkast. Þeir taka þetta fljótt. Við taka þetta fljótt, Sindri Kristinn fljótur í markið. Það kemur honum inn á völlinn eða hvað? Stjörnumenn 5 metra vinstri bakvörðurinn, númer 32. Miðjuna hjá Stjörnumönnum. Stjarnan að reyna að leita af bolta inn fyrir, en hérna þetta ekki. lendir Joey Gibbs er að elta fyrirlega Stjörnunar. Já, en það gengur ekki. Daniel Laxdal setur hérna Harald Björnsson. Haraldur Björnsson, er það markmaður eða? Já. Já, ok. Neglur honum fram. Keflavík búinn að spila mjög sóknarlegan og góðan fótbolta hérna. Já, Fyrstu mínútur. leiksins. Gera honum alltaf. Flott hjá hann að vera, svinur boltan fyrir Keflvíkinga. Sér Rúnar, þessi bolti fyrir út af vellinum. Stjörnumenn einkast. Stjörnumenn taka einkastið. Og Nacho Heras sparkar þessu út fyrir og Stjarnan eiga einkast. Stjörnumenn búin að fá fullt af innkastum hérna. Já, Stjörnumenn maður. Nóg að gera hjá boltastrákunum. Nóg að gera hjá bóltastrákunum. Nó, Þetta er nú ekkert grín. Nei. Alls Punktur ekki. á mánuði hjá þeim. Ha? Það er bara 1 punktur á mánuði hjá þeim. Já, bara vikur sko. Það er bara Shit. vikur. Nacho Heras kemur honum upp. Áspjörn með boltan, gefur hann á Sindra. Sindri með Sindri, hleypur upp kantinn. Hann er með heldur betur hraða. Sindri, leitar á innisetningu. Sindri leikur fyrir nýjan. Fyrir markmann Keflvíkingum. Ekki nógu góð innisending og Nei, en frábært. Stjarnan eða markspinnu. Já, frábært hlaup hjá Sindra. Já, mjög gott, mjög gott. Okkur skaut, hann getur skotið bara á nærhánu sko. Nei, hann hefði getað gert það. Hann hefði skorað. Stundum getað gert Já, annað. já. Svona er bara boltinn. En heyrðu. Stjörnumenn taka markspinnuna og Stjörnumenn vinna boltan. Skalla bara á miðjunni. Já, frábær bolttekník hérna hjá miðjumönnum Stjörnunnar, en heyrðu. Leikmaður númer 32 á Stjörnunni, vinstri bakvörður missir boltan og Keflavík innkast. Áspjörn með svaka múllett. Þetta er svakaleg klipping. Þetta er En heyrðu, við ætlum ekki að vera að tala um það sko. Nei, við erum ekki svona tísku dóti hérna, við erum fyrir fótboltann. Heyrðu, Rúnar með þeim betri. já, mjög góður innkastum. Já, bara drauma vinstri bakmaður. Rúnar, tekur langt innkast. Frans Elvarsson skallar þetta. Rúnar. Rúnar fer. Rúnar á hægri kantinum. Nei, Rúnar fara. Gefa hann inn fyrir fyrir. Stjörnum með. Markmaður Stjörnunnar grípur þetta. Mikið að gera á markmaður Stjörnunnar. Keflavík spila mjög góð sóknarbolta. Eins og þetta lítur út á bara Keflavík getur bara unnið hérna leik sko. Ha, það ekki? Vonandi. Ég er sammálaður, Birgir. Stjörnumenn líta ekki að taka svakalega vel út, náttúrulega að spila allt öðru, bara mikla breytingar, 2 breytingar, nýr þjálfari.
gerðu 0-0 lélegt 0-0 jafntefli á móti nýliðum Leiknis. Ég er sammála því. Já. Nei, ég líti alls ekki vel út. Nei. Heyrðu, Davíð og hvað er í gangi? Það er hornspyrna sýnist Hvað er í gangi? eða hvað? Setur hann inn fyrir og Og hurð. Haraldur Björnsson markmaður Stjörnunnar mikið að gera. Rúnar kemur inn í Rúnar kemur inn í bolta! Já, það er svona Keflavík á Hólsminu. stuð í þessu. Hornspyrna fyrir að koma fyrir hérna drengi. Hvað er komið? Svona er það. Númer 8 tekur fyrir 8 Ari Steinn á fyrir tekur. Ari Steinn er að fara að koma með frábæran bolta yfir núna getur við stuður. Ari Steinn er eftir böndina. Tekur Gefur boltann inn fyrir. Og Og hann er farið. Stjarnan eða markspyrnu hérna. Ekki nærri nógu góð Hólsmina. Hjá Keflvíkingum. Guðmundsson. Við getum ekki gert þetta, en svona er það. Haraldur Björnsson tekur markspyrnu Stjörnunnar. Frans Helgason. Frans Helgason. Davíð Snær brota á Davíð Snær Keflavík á aukaspyrnu. Heldur betur. Rétt hjá miðsvæðinu. Ég hugsa Er það ekki bara... Nei, hvað er Sindri? Já, Nei, ætlaði að ég var að segja segja það líka. Sindri var að vinna. Svo myndi Stjarnan að vinna boltan og bara... Varstu hvað sem skeiti? Já, það væri fallegt. Það er uppi fyrir ofan á vellinum. Eins og villtur kottur. Það hefur maður heldur bara ekki gert maður. Vá, það hefur verið draumum. Já, shit, hvað ég verið glaður. Ari Steinn Heyrðu, með varstu bolta. að taka langa bolta. Ó, bolti! Eða hvað? Ó! Hvað er að gera þetta? Keflavík með eðlilega góða sóknarbolta. Og Stjarnan og Skyndisóknar, nei, Sindri næri sparkanum út fyrir og Stjarnan er innkast. Svakalegur, þetta var svakalegt færi, dauða færi. Keflavík búinn að sýna ekkert eðlilega góðan sóknarbolta eða. Fyrstu mínútur. Þetta var geggjað Keflavík. Já, frábært. Davíð Snær. Það er bara að hanga á hann minna. Henda á Stjörnumenn og Keflavík á aukaspyrnu. Nú kemur markið, hlusta á þetta. Já, Klippið vonum og það. öðru mark. Einar, Það er bara klipp. markið kemur núna. Klippið Nú það. kemur markið. Þið verðið tilbúin á klippinu. Rúnar tekur upp. Rúnar mun taka svakalega bolta, hann er bara þvílíkt góður í svona. Nei, Frans er rángstæður. Já. Hvað var Frans að gera maður? Það var rángstæður. Það var ekki nógu gott. Ekki nógu gott hjá Keflvíkingum. Heyrðu, hérna er Leikmaður með 32. boltið farin út af. Leikmaður með 32, Tristan. Ásbjörn, tekur þín í leik. Tristan Freyr Ingólfsson, leikmaður með 32 Stjörnunnar, ekki nógu góð leik. Frans Helgason. Það var hann Sindri! Ó, er í engin. Ekki nógu góð sending og þetta fer fyrir... Er þetta Hólsmina? Nei, þetta er ekki gott. Jú, þetta er Hólsmina, Þetta er heyrðu. Hólsmina. Keflavíkamenn er Hólsminu hérna. Það er bara svona veist. Tristan Freyr Ingólfsson, leikmaður Stjörnunnar, ekki nógu góðan leik. Hún var að slakur hann á vinstri bakki á hann. Hvað sagðirðu? Nei. Já, ég meina... Djöfull var það geggjað myndi vinna á móti. Þessi bolti körfaði heldur betur. Heyrðu, Stjarnan er að... Ok. Já, fara svo frá. Heyrðu. Hvað er ekki svona? Stjörnumenn yngast eða? Já, ég myndi Já, Stjörnumenn er yngast hérna. Hér á HS Orkuvellinum. Mikið að liði síðan að fylgjast með leiknum hana. Já, fullt af fólki hérna fyrir utan vall. Bara hellingur. Fyrir utan völli sem maður ná ekki miða. Mér finnst það ekki gott að
bara með fullri Mér finnst nettóvöllin aðeins svona meira svona catchy eitthvað. H.S. Orku er bara eyða... Þetta er bara heila biblían í einu völl, sko. Já, maður þarf að segja, núna þarf maður að segja H.S. Orkuvöllin, það er bara nettóvöllin. Ég tala aldrei H.S. Orkuvöllin, sko. Nei. Ég mun aldrei segja það. Bara, sorry fyrir þetta, en... Róum okkar aðeins, Tómas. Ég segi svona. Stjörnumenn eða hornspunniðina? Stjörnumenn. Stjarnan. Sindri. Hvað er í gangi? Það slökk á okkur. Halló, komið svona, ok. Heyrðu, þeir sækja hérna, en... Markmaður Stjörnunar Ingólfs. Við erum fljótir að taka það. Þetta er vítaspyrna. Slökum okkur, við hefum ekki fagnað áður en búin að taka þetta. Þetta er vítaspyrna, svo Keflavík með reyða. Ég sá ekki. Heyrðu, verið tegja svo út í endursýningu. Nú var ég til að lifa boltasveikir og taka víti. Þetta er bara svo Harry Kane hann á marki. Hann var fljótur að senda boltan. Einhvert mark. Nei, víti segi ég. Þetta er nú aldeilis leikurinn inn á H.S. Orkuvöllinum. En á 19. mínútu og við líðum bara eins og við séum bara búin að spila leik í 60 mínútur. Svakalega leikurinn á H.S. Orkuvöllinu, Keflavík Stjarnan. Ha? Heyrðu, og Frans Elvarsson er að taka vítið hérna. Frans Elvarsson á móti skal ég segja ykkur Haraldi Björnssoni. Hver hefur betur þessin einni? Frans. Komum svo Frans! Komum svo Keflavík. Stóra Keflavíkar, fórhandi. Þetta getur haft mikil áhrif á leikinn. Já. Við skorum sjálfstöðust. Frans tekur vítið. Og skorar! Og Keflavík er 1-0 yfir! Hérna á H.S. Orkuvöllinum, Keflavík 1, Stjarnan 0. Frans Elvarsson að skora. Nei! Hann þarf að taka aftur. Hann þarf að taka það. Boltinn fauk. Boltinn hreyfðist, ég sá það. Hann þarf að taka vítið aftur. Þetta er nú aldeilis leikurinn á H.S. Orkuvöllinum, mikið að gera. Mikið verið brjálaður núna ef við klúrum þessu. Frans er að taka það aftur. Þetta er nú meiri vindurinn hérna á H.S. Orkuvöllinum. Frans Elvarsson tekur velja og skorar! Keflavík er 1-0 yfir á H.S. Orkuvöllinum. Keflavík 1, Stjarnan 0. Frans Elvarsson frábært víti, situr það í sama horn. Stjörnumarkmaður gískar rétt horn en það er ekki nóg. Hann þarf bara að vera með sterkur vindur fyrir þetta. Þetta er nú aldeilis leikurinn. 2 víti. Koma svo, Keflavík. 2 víti. Keflavík 1, Stjarnan 0. Strákar, nú er spurningu fyrir ykkur. Áttu þetta ekki bara skilið? Jú, ég er bara alveg sammálaður. Ég er bara búin að finna þetta á mér, þetta var að koma. Þetta lág. Já, það er alveg satt hjá þér. Helviti flottir. Svakalega sóknarleikur hjá Keflavík hérna. Ég trú alveg á það að við komum bara fleiri mörgum mínútonum. Já. Já, heyri mér. Hvað var hann að gera? Ég veit það ekki. Hvað er að hann maður? Hann kom aftur. Hann steik bara ofan á þetta? Svona? Heyrðu, Stjörnumenn taka innkast, leikmaður nr. 32, Tristan Freyr Ingólfsson. Stjörnumenn á boltanum. Heyrðu, hvað gerist núna? Frábær tækling. Frábær tækling hjá Nacho Heras. Alvöru tækling. Nacho Heras spilaði fyrir Atletico Madrid yngri flokkum þegar hann var yngri. Svakalega leikmaður, Nacho Heras. Síðan fór hann í leikni í Reykjavík. Já, og skoraði mér seldi 5-6 mörk. Já, bara... Síðasta tímabili. Hann var með markaðri. Já, var hann ekki næst markaðastu bara? Jú, og eftir að honum Joey.
Joey Gibbs náttúrulega svakalega frammeiri, skoraði 21 mörk í Davíð leikjastéttinni í fyrra. boltan en hann missir boltan. Missir boltan Þetta ekki nógu gott hjá Keflavík. Stjörnumenn á skyndivörninni, það er brotið Frans Einarsson brýtur á Þetta er bara á frábærlega leikmann gert nummer hjá 2, Þetta er Brynjar frábærlega Gauta gert. Guðjónssoni og það er bara kaosin á Hafþórs Orkuvellinum hérna. Svakalegur leikur. Leikjum nummer 32, Tristan Freyr Ingólfsson. Gefur hann inn fyrir. Heyrðu, hérna Stjörnumenn skalla þetta og... Þetta er bara slagur skalli. Ég er nógu kraftur í þessum Nei. Birgir, þetta er svolítið kallt. Ískalt sko. Ísjúkur kallt, þú hristist og skjálfast. Markspyrna sem að Keflavík mun eiga. Nú tekur þetta. Vá, frábært þetta. Stjörnumennina í sókn. Þetta er Nacho Heras. Og Nacho Heras. Hann bara hleypur á hann. Hann bara hleypur á hann, sæll. Þetta er ekki neitt brot. Þetta var gult Ekki neitt spjald. brot, þetta er... Já. Gult spjald á fyrsta. Nacho Heras, hugrakkt leikmaður, mjög góður. Hann tekur á sig. Einn af bestu leikmönnum Keflavíkur bara. Nacho Heras. Það er staðfest. Mjög góður. Eins og ég sagði rétt á hann spilaði fyrir Atletico Madrid, yngri flokkum, eitt besta lið á Spáni. Svakalegur leikmaður Nacho Heras. Svakalegur. Hrutalegur leikmaður. Stjörnumenn eiga aukaspyrnu hérna. Stjörnumenn. Og Gústaf og Sindri Kristinn grípur þetta. Gefur hann Ásbjörn! Ásbjörn! Nei! Ó, Stjörnumenn. Frábær varnarleikur hjá. En hann misti það alveg. Já, frábær varnarleikur hjá þeim. Þeir pressa mjög hátt eins og við töluðum í viðtalinu. Já. Heyrðu, hérna er vandræðum. Hann er í vandræðum. Heyrðu, og hann neglur hann bara út af. Hann tekur engastið. Ásbjörn, fljótur að taka engastið. Ásbjörn skallar þetta, en... Joey Gibbs skallar hann. Það er hótspyrna, strákar. Hann skallaði hann í markið. Önnur hólspinna sem að Keflavík mun eiga hérna. Keflavík búinn að fá fullt á hólspinnum hérna. Já, Keflavík búinn að vera miklu betra liði, frábærir í þessu leik. Það lítur mjög vel út fyrir Keflavík menn. Ari Steinn lítur upp, tekur hólspinnuna. Það var tekið manni niður. Er þetta ekki vítaspinna, dómari? Það var ýtt Rúnari. Það var ýtt Rúnarinn í teglinu, sástu þetta? Þetta er vítaspinna, sko. Já. Tómas, skotu. Hann var að segja þér að koma, Tómas, skotu. Kían Williams tekur skotið og yfir. Stjörnumenn hefur markspyrnu hérna. Já, svakalegu leikurinn sem við erum að horfa hérna á. Alveg hrutalegur. Á heimavelli Keflavíkur. Keflavík 1, Stjarnan 0. Það er bara svoleiðis. Betra liðið. Ég er að vinna leikinn. 28. Keflavík með boltann hérna. Á miðsvæðinu.
Davíð Snær. Davíð Snær með boltan. Já, vel gert. Davíð Snær fyrir fram með Hey, varnarmanni. Rúnar, Rúnar kominn mjög ofarlega. Stjörnumenn eru bara ekki með nógu svo mikið Nei. sjálfstöðst að fara upp. Greinilega. Það bara lítur bara þvílíkt vel fyrir Keflvíkinga. Sindri Kristinn búinn að vera Einn. geggjaður Já. í þessu leik og þessum kemur. Er mikið kalt eða? Já, ískalt. Farið inn frá tæmið. Hvað? Gótt innstækning, já. Ertu viss? Er kalt sko? Má ég fá lóna úlpuna hérna í 3 mínútur? Já, ekkert mál. Ekki máli. Já, ekkert mál. Það rennur lásinu við eitthvað fók til. Ha? Sindri! Óóóó. Já. Þetta er mjög steiktur rennur lás, sko. Svona. Ha, nei, ég er bara búinn að eyðileggja hana hérna. Hún fer ekki, já, þetta er alltaf leið. Keflvíkinga með boltan hérna, Rúnar. Kian Williams. Heyrðu! Kian Williams yfir á Rúnar. Geysist upp kaftinn. Eða hvað? Heyrðu Rúnar, setja hann inn! Áspjöld! Það er skallið, það er hótspilna. Svo, það tekka hótspilni. Tekka hótspilni. Já. Nei, þetta. Ok. Já, geturðu fært aðeins? Þú ert fyrir. Svona. Takk fyrir. Herru. Önnur hornspinna sem Keflavíkamenn eiga hérna. Keflavíkamenn fá fullt á hornspinnum hérna. Ari Steinn tekur þessa hérna vinstra megin á vellinum. Heyrstu mér? Þetta er serið mér í magnum það? Já. Er það? Ok, frábært. Frábært. Ari Steinn er búinn að taka nokkrar hornspinnur. Egina er búinn að vera sérlega góð. Ertu að grínast? Ertu að veina þetta? Bolti kemur Ertu að veina hérna þetta? niðri en hann neglir hérna burt. Já, mér er ískalt. Hvað? Kristóf hefur boltan hérna Ja, bara allt í Keflvíkingum hann í kringum og missir boltan. Bolti kemur hérna vinstra megin á Hilmar. Bolti kemur hérna Hilmar á miðinni tekur skotið. Þetta er framhjá markspyrna sem Keflvíkingar eiga. Já, í smá stund. Yfir höfuð? Ok. Bolti kemur hérna vinstra megin á Rúnar. Rúnar Setur tekur hann upp. langan upp á kantinn á Joey Gibbs. Joey Gibbs drepur hann í leik. Ari Steinn setur inn á Frans Elvason með mann í sér, hann gerir þetta vel en Hilmar vinnur boltan. Nei, hann er ennþá með boltan. Heyrðu, hann er ennþá með boltan. Setur hann á Ásbjörn. Heyrðu, hérna er verið að bróta Sendingin og mjög harkalega. Sindri haldur hann inn á Sindri. Sjáum ekki neitt að bolti kemur inn. Nei, boltinn hefur út af í marki. Það er gult spjald. Gult spjald á... Hver er þetta? Ég sé ekki hver þetta er. Þetta er... Jújú, gult spjald á hann Emil Atlason síðust mér að þetta sé hann sínst það. Markspyrna sem Stjörnumenn eiga. Haraldur setur hann hérna fram. Frans vinnur hérna skallan, seinni boltinn, Kian vinnur hann hérna og Ari Steinn með boltan. Ari setur hann hérna, þetta er vel lesið hjá Daniel Laxdal. Reynslubolti hérna. Herru, Sindri Þór vinnur þetta vel af Hilmari. Hilmari með boltan setur hann upp. Það heyrist. Já.
Ástbjörn er inn í einni sendingu. Haraldur Björnsson. Það heyrist. Já. Markmaður Stjörnunar hefur búinn að hafa mikið að gera þenni í þessu leik. Stjörnumenn gefur sendingu. Leikmaður númer 10. Hilmar. Leikmaður númer 10. Á hægri og sittskotaði framjá. Já. 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 Hilmar Árni, einn besti miðjumaður í efstu deild á Íslandi síðustu ár. Betri heldur en Óskar í KR? Einn af þeim bestu, hann Hilmar. Óskar miklu betri sko, í KR, veistu það ekki? Það skipta skoðanir þetta, en Óskar náttúrulega búinn að vera glæsilegur. Hann búinn að skora Skora á mútið Breiðablik? Já, það var hann búinn að skora mark á síðustu 18 tímabilum eða eitthvað, þetta er rosalegt. Já, hann er ekkert eðlilega góður. Hann er rosalegur, en þetta eru Stjörnumenn. Ari Steinn næri ekki boltanum við það og þeir halda fram. Kristófer með boltanum við það. Stoppar aðeins og hægir aðeins á þessu. Þetta er glæsilega varnarleikur hjá Keflvíkingu. Kemur með hægri kantinn og boltinn inn í og Keflvíkingar ná hreinsa hann út í hótt. Stjörnumenn ekki með nógu góðan stjörnuleik, nei, nógu góðan sóknarleik hérna, ekki búinn að ná að nýta færi sín. Búinn að vera flottir hérna síðustu 5 mínúturnar eða eitthvað þannig. Þeir eru búinn að liggja smá á Keflvíkingu. Já, reyndar það er alveg rétt hjá þér. Síðustu mínútur eru Stjörnumenn búin að vera aðeins sterkari. Það er alveg hárrétt hjá þér, en Keflavík hins vegar búin að vera hrikalega góður í þessu leik hérna. Já, boltinn hérna úti, boltinn á vinstri og hann tæklar þetta hérna, en þetta fer bara á Keflvíking og Davíð Snær með boltann. Davíð Snær. Þetta er slök sending, utanfóta sending. Ekki nógu góð sending hjá Davíð Snær Jóhannssoni. Fer bara út í innkast. Það verður að gera betur en þetta, en allavega Stjörnumenn eiga innkast hérna. Stjörnumenn herrum við, já þetta er fínasta vörnana hjá Nacho Heras og Rúnar setur hann langar hérna fram og þetta fer beint í innkast sem Stjörnumenn, já. Náttúrulega tilvali að reyna svona langa bolta þegar svona úr vörninni þegar við erum með vindinn. Það er mjög fínt að gera. Gauð, passaðu mér. Hver leikur á þetta? Ég sá þetta bara ekki, en Rúnar Þór leikur á nættir. Rúnar Þór, já. Einn okkar allra besti maður fór á reynslu þarna einhvern tímann daginn og það vilja held ég fullt að liðin fá hann. Það var bara ekki nógu góður díll við hann. Já. Það var málið. Þeir buðu honum alveg samning og allt það, en díllinn var bara ekki nógu góður fyrir hann. Nei. Hann er búinn að vera einn okkar allra besti leikmaður hérna. Já, það er alveg klart mál. Og feikar hann í innkastinu og setur hann upp á það. Stjörnumenn vinna þennan bara. Nei, já, Ástbjörn hann með boltann í baráttu. Það er brot. Nei, ekki brotið á honum. Ekkert brot. Daniel Laxdal fer inn á upp. Skyndisóknin hjá þeim. Hilmar á vinstri kantinum. Frans Elvason eltir hann hérna. Og þetta var mjög ekkert á þetta. Það virkar ekki. Það virkar ekki. Stjörnumenn hérna með boltann, fær hérna hægra megin, kemur hérna aðeins inn á völlinn og setur hérna út á, nei, Keflvíkingar vinna núna. Vá, Kían með bolti. Ekkert brot þarna. Bolti kemur út að fara, Ari Steinn. Þetta er út eða? Setur hérna Kían Williams. Kían Williams. Ég fór bara út á hann lokaði. Hvernig var ég að tala þetta? Bara eftir 2-3 mínútur við Anders, þegar þú skiptir á hann. Rúnar setur hann niður á Nacho setur hann upp. Stjörnumenn vinna þennan skalla. Brotið eða. Ástbjörn brýtur á, sé ekki alveg hvernig þetta er þarna. En Stjörnumenn á aukaspyrnu hérna, nánast á miðjum velli aðeins til hægri hérna.
kemur hérna inn í Hilmar setur hann inn út á Tristan á vinstri. Þetta er vel gert hjá Ástbirni. Frans Elvarsson hérna setur hann á Kian Williams. Kian Williams setur hann neglir sér á Joe Gibbs. Þetta er aðeins först sending og Haraldur setur hann út í innkast. Ástbjörn tekur hérna fljótt innkast á Joe Gibbs. Joe Gibbs á Ástbjörn. Ástbjörn tekur hann í. Sindri með flugskalla. Djöfus. Sindri með flugskalla rétt framhjá Stjörnumenni eða Magnúsbjörni hérna. Haraldur Björnsson. Hann vill ekki skipta hjá hann núna. Jú. Það heyrist alveg. Heyrðu. Það er leikhlé. Nei, vá. Leikhlé? Hvað er að mér? Afsakið. Hvaða mínúta er? Ok. 1-0 Keflavík. 40 mínútur búnar á þessu leik og Keflavík er að vinna hérna 1-0. Það er náttúrulega geggja að komast hérna í hálfleik með að vera að vinna 1-0. Það er bara mjög sterkt fyrir Keflvíkinga. Já. Síðan er Davíð Snær hérna með boltan. Heyrðu, Davíð Snær geggja sending og missir boltan að sósir hérna. Joe Gibbs lítur upp fyrir sig, gefur fyrir. Ringir í setni boltan eða hvað? Keflvíkinga vinna hann aftur. Davíð Snær. Davíð Snær tekur skot! Ó, það er framhjá. Davíð Snær skýtur framhjá. Það er framhjá. Hörðu á annar mál. FH er að vinna Val hérna 1-0. Hörður Gunnarsson skorar fyrir FH og Haukur Páll Sigurðsson leikmaður Vals hefur fengið rautt spjald á 24 mínútu. Það eru tíðindi. Ha? Það eru tíðindi. Það eru tíðindi. Já, það eru tíðindi. Og svo, já, þeir sem eru að koma seint inn, þá eru Keflavík hérna að vinna 1-0 gegn Stjörnunni. Frans Elvarsson skoraði úr víti, þurfti svo að taka það aftur vegna þess að boltinn hreyfðist, skautið sama horn, markmaðurinn náði hendi á boltan en það var ekki nóg, of mikil kraftur og svo er Nacho Heras og Eyjólfur Héðinsson, báðum með gul spjöld hér á HS Orkuvellinum í Keflavík. Ég er ekki að svæði. Kian Williams á boltanum. Kian Williams styrst bara með hérna. Kian með skiptingu, drífur ekki. Vel gert hjá honum hérna. Hilmar aftur! Hilmari, þetta er auka. Leikarskapur á Hilmari. Þetta er aukaspyrna. Ha? Birgir er alveg brjálaður þetta. Hann er alveg brjálaður. Hver? Þjálfari Stjörnumanna, hann hérna... Þorvaldur? Já, Þorvaldur Örlygsson. Þorvaldur Örlygsson er alveg brjálaður. Rauk upp úr sætinu sinni, hljóp inn á og fór sér niður og fekk sér sópa til þess að róa sér niður. Já, svona er það bara. Svona er þetta bara. Stjörnumenn ekki nógu sáttir eins og í fyrri hálfleik. Skildi hann bara ósköp vel. Já. Þeir líta á Keflavík sem bara einhverja auðmíkja. En Keflavík er bara búin að bæta sig. Þetta var Barcelona og þetta var Dynamo Kiev, sko. Á hór hérna niður, sko. Þetta er bara eins og... Já. Heyri ykkur. Hvað? Heyri, hvað sagði hann? Nei, ekkert. Aukast svona! Ha? Já. Já, eins og þú sagði, Stjörnumenn líta ekkert á Keflavík sem ekkert erfiðleik. Ég meina, Stjörnumenn eru alltaf að búast til sigri á HS Orkuvellinum. Já, ég meina. Fyrir leik. Sem hann var í viðtalinu. Þetta er bara... Ægilega kokki hérna. Já. Hvað sögðu þér hérna? Ég var náttúrulega ekki með. Bara betra liði vinnur og eitthvað svona. Já, ég meina eins og, þetta er bara
þetta er bara ímyndaðir, þetta er bara leikur í meistaradeildinni. Barcelona mæta á völl Dínamo Kíev í Úkraínu og eru 1-0 undir í fyrri hálfleik. Þetta er bara akkur svoleiðis. Það sýnir bara hvað heimavöllurinn er sterkur. Heyrðu, hérna er... Leikmaður nummer 22 brýtur á, bara spjalda mannin bara. Hann er á gulu spjaldi. Emil Atlason. Er þetta ekki bara... Og það er... Rautt spjald? Ég veit það ekki alveg. Það er allavega sjúkraþjálfari að koma. Ég veit ekki alveg. Það er út á meðan leikmaður, sástu þess að tæklingu? Þetta var rosalegt. Þetta er eðlilega seint líka og allt sko. Var hann ekki með gullspjaldi? Nei. Nei, Eyjólfur. Það var Eyjólfur Héðinsson. Já, ég las vitlaust á. Ég sá bara tvist innan og Þetta er bara allt of seint, bara spjald hennar mann maður. Já, ekkert annað en spjald þarna. Bara spjald og viðvörun ef hann gerir þetta aftur bara reykir út af sko. Hver er þetta? Ekki er þetta Ísak Óli? Nei! Var þetta Ísak? Ég sé það. Það er nú rétt að vona ekki. Nei, er ekki Ísak þarna yfir honum? Þetta er Ísak, eða ekki? Eða er Ísak þarna hjá honum? Ég veit ekki. Nei, þetta er Nacho hana, þetta er Rúnar hana. Nei, Ísak hana, þetta er hann er náttúrulega nýbúinn að vera middur sko. Nýkominn tilbaka frá meiðsli. Svo fara svona harkalega tækning á sig, það er bara ekki nógu gott. Ekkert spjald á þetta, ekkert spjald. Spjald hann ekki? Nei. Hæ? Já. Ekki nógu vel gert hjá dómaranum. Nei. Þetta gengur ekki víst. Nei. Það er Keflavíkurmenn. Rúnar með langt enga, Stjarnan. Skallan tilbaka og Haraldur Björnsson. Markmaður Stjörnunnar. Grípur hann. Og Haraldur Björnsson lítur upp fyrir sig. Hann lætur Stjörnumenn fara ofar. Leggur hann niður. Löng sending. Ítir hans við bakinu á Rúnari og hann er með boltan hana Þorsteinn Már. Sé ekki alveg hvað er að gerast þetta? Davíð Snær með góða sendingu, frábæra sendingu á Kia Williams. Kia Williams með frábæra snertingu, hælsnertingu, Kia Williams. Hann lendaðir í ykkur smá... Þannig lendaðir í ykkur svakalega og Kia... Þetta er Brynjar Gauti og Kia Williams lendi hérna smá... Og hann liggur eftir Brynjar Gauti. Hann lítur að spjalda hann, ekki? Nei, ég veit það ekki, hann spjaldaði ekki hann hérna... Emil Atlason hana. Þannig ég efast að þetta sé spjald. Já. Það er ok. Heyrðu, hvað er mikið til hálfleiks? 2 mínútur í uppbótartíma. Hvað er mikið í uppbótartíma? 1 mínúta. Stutt til hálfleiks hérna. Og Haraldur Björnsson tekur aukaspyrnu aftarlega á vallarhelmingi Stjörnu hana. Haraldur Björnsson lítur upp fyrir sig, gefa langa sendingu. Og þetta er flautað til hálfleiks og Keflavík 1-0 yfir í hálfleik. Keflavík 1, Stjarnan 0 hér á HS Orku vellinum hér í Reykjanesbæ. Frábær fyrri hálfleikur í Keflavíkurmönnum. Frábær. Stjörnumenn komist aðeins svona, þau eru aðeins betri. Já, eftir markið. Þeir eru pirraðir, þeir eru reiðir og... Já, þetta kveikti aðeins í þeim. Já. Og í lokin voru þeir komin svona aðeins, þeir voru með aðeins meiri yfirhönda en það í lokin. Það er gaman að heyri þessum ungu stjörnumönnum aftur núna í hálfleik. Já. Gáðu hversu kokkir eru núna. Það verður frábært maður. En hérna, já. Þeir fara inn í búningsklefana og staðan er 1-0 fyrir Keflavíkurmönnum. Þorvaldur Örlygsson, alveg brjálaður. Þorvaldur Örlygsson og hans lærisvein að fara inn í klefa. Já. Ósáttir með hennar fyrir hálfleik, myndi ég segja. Ég skil það alveg, ég menna Stjarnan eru á pappír eru bara miklu betra liðið. Já, þeir eru búin að vera flott í síðustu ár og þeir eru kannski að búast við sigri hérna á Keflvíkingum, nýju liðunum en þetta er bara að vera frábær framistæði á Keflvíkingum og við komum hérna. Alveg agalega leikur á Stjörnunni, Stjarnan er ekki búin að standa sér. Nei, en við komum hérna eftir nokkra mínútur. Já, eftir korter eða eitthvað svoleiðis. Á, konur í bósi.
byrja? Góða kvöldið, við erum byrjuð aftur hérna 1-0 fyrir Keflvíkingum mútið Stjörnumönnum hérna. Já, mjög flóti fyrir áleikur hjá Keflvíkingum. Slakur fyrir áleikur hjá Stjörnumönnum en við sjáum hvað gerist núna. Fengum núna tækifæri til þess að sittast í klefanum og ræða málið. Sjáum hvernig þetta fer. Já, heyrðu, Keflavík voru sterkari liði í fyrri hálfleiknum. Stjörnumenn, Þorvaldur Örlygsson hefur klárlega tekið eitthvað svakalega ræði við Stjörnumenn. Já, það hlýtur að vera. Hlýtur að vera, ég held að Stjörnumenn koma miklu sterkari inn í hennan seinni hálfleik. Já, ef að Keflvíkingar ná að Keflavíkamenn með ekki hætta, með ekki fara að spila vörn, með ekki fara að pakka í vörn eitthvað svoleiðis. Þeir voru bara að spila sama leikinn og þeir spila í fyrri hálfleik. Pressa hátt, spila góðan sóknarleik. Ef þeir halda hreinu núna fyrsta korter eða eitthvað, þá held ég að þessi leikur sé bara komin í Þetta er hann degi út þá bara? Já, ég held að þeir byrji bara rosalega sterkt núna, fyrsta korteri, síðan muni þetta svona aðeins, Stjarnan koma 100% sterkari inn í þetta. 100%. Klart mál. Nei, allavega leikurinn er farin af stað hérna á H.O. Sorkavellinum í Reykjanesbæ. Stjörnumenn hérna með boltan strax. Keflvíkingar misti boltan bara leið og Haraldur Björnsson hérna sparkar honum út hérna vinstra megin. Farið? Hvað var góðinn maður? Hvað var góðinn? Góðinn? Heyrðu, bolti kemur hérna inn í og það er skallaburt af Rúnari. 0-8. Ok. Svona, nú er þetta komið. Já, hotspilna sem Stjörnumenn, já. Stjörnumenn, setja boltan inn fyrir. Bolti kemur hérna. Hann reynir hliðarspinnu, leikmaður Stjörnunnar. Sá ekki hver það var hérna allavega. Keflavík. Bolti kemur hérna fram. og Heiðar Ægisson setur hann hérna yfir á hægri kantinn á Kristófer. Kristófer skallar hann hérna niður á Daniel Laxdal. Daniel Laxdal aftur á Kristófer. Kristófer lítur upp fyrir sig. Þetta er vel gert hjá Fransarbesinni og Davíð Snær hérna. Rúnar setur hann upp og Kían Williams, nei, misst boltan. Þetta fer beint Kían Williams hann, skotið, hreis. Rúnar gefur hann Ástbjörn. Stjörnumenn með boltmann. Davíð Snær. Vinnur hann. Davíð Snær boltanum. Boltið á Kristófer, hann nægir hann, þetta er vel gert hjá hann, hann er hérna hægra megin. Kristoffer Konráðsson. Setur hérna á. Gefur hann á Þorstein Már Ragnarsson, hann missir hann út fyrir. Keflavík á innkast. Rúnar tekur innkastið hérna fyrir Keflvíkinga. Rúnar Þór Sigurgeirsson tekur innkastið fyrir Keflvíkinga. Joey Gibbs skallar hann niður á Ara Steinn Guðmundsson. Frans Elvarsson á boltanum hérna. Heldur hann hérna, setur hann niður á Ísak. Ísak Óli lítur upp fyrir sig. Reynir að finna sendingu, hann nær sendingunni. Sindri Þór setur hann upp, en þetta er vel þessi hjá Daniel Laxdal. Davíð með boltan hérna á miðjunni. Setur hann niður á Nacho. Nacho Heiras gefur hann á Ara Steinn. Ari Steinn reynir að leita af Rúnari en nær því ekki. Kristófer með boltan hérna, hann leggur á stað. Kristoffer Konráðsson leggur á stað. Á hægri kantinum setur hann hérna niður. Þetta er flotti bolti hérna hjá Þorstein en Sindri kemst inn í þetta. Og setur þetta í innkast til Stjörnumenn eða. Skipting. Já, bara menn að heita upp. Leikmaður. Halda leikmannum heitum hérna. Leikmaður Stjörnunnar eða? Var þetta leikmaður Stjörnunnar? Mér finnst það að vera Keflvíkingur. Hver? Keflvíkingur. Edon Osmani held ég. Þetta hafi verið. Ekki. Þetta er ekki Edon. Er hann í hóp? Nei, hann er ekki eins og í hóp. Hver er Edon? Ég sá ekki hver þetta er. Edu, hvað sagðirðu? Þetta var ekki hann. Edon Osmani? Það var ekki hann. Er þetta ekki hann? Nei. Davíð hérna setur hann niður. Nei, setur hann upp á Joey Gibbs. Joey Gibbs lítur upp fyrir sig. Joey Gibbs tekur snúning, gefur hann Ari Steinn Guðmundsson. Ari Steinn. Á vinstri kantinum hérna. Ari Steinn vinstri kantinum. Með 2 menn í sér. Gefur hann yfir á Sindra Þór. Sindri Þór. Gefur hann Ástbjörn. Ástbjörn aftur á Sindra.
Sindri Þór, nær þessu, maður í honum, Stjörnumenn á þessu og þetta fer út fyrir innkast sem að Keflavíkumenn eiga. Heyrðu, ég bjóst ekki við því að Keflvíkingar eru sterkari liði til þess að koma út úr hálfleiknum. Nei, ég meina... Ég hélt að Stjörnumenn eru bandbrjálaðir hérna. Já, ég er alveg sammálaður. Ég meina Stjörnumenn ætla bara að leifa sér leikja degi út eins og það lítur út allavega til þess að byrja með. Já. En ég meina maður getur alltaf sagt þetta er nýbyrjað, ég meina það getur allt gæst í fótbolta. Það er hárrétt. Ég meina það er bara 1 mark. Keflavík er að vinna en 1-0 sko. Já, þetta er 1 mark. Þeir geta alveg bara sett 4 hérna í röð og staðan 4-1 sko, þannig. Ef það hefur ekki hugmynd um fótbolta myndir að halda Keflavík verið þetta besta liðinu með deildina og Stjarnan verið nýlegar. Já, það er bara ég meina Keflavík búinn að vera miklu betri í þessu leik. Það er alveg rétt hjá þér, Ísak Óli setur hann niður á Sindra Kristín. Sindri Kristín gefur hann á Nacho Heras. Fer hérna upp. Fer hann upp. Gefur boltan á Joey Gibbs. Nei, hver er þetta? Jú, Joey Gibbs. Joey. Setur hann á Rúnar. Og hann missir boltan. Fínasti varnarleikur hérna. Sendingin hérna, þetta er slök sending. Ekki nógu góð sending á Kristofur Konráðsson. Allavega, Sindri Kristín. Nei, Sindri með slaka sendingu. Fyrir innkast. Reynir að gefa hann á Nacho Heras en virkar ekki. Kristofur með Ara í sér. Kristofur Konráðsson. Setur hann hérna niður. Reynir að senda niður en... Ég sé ekki alveg hver þetta er. Hver er það? Þetta er... Þetta er Elísan Björnsson. Hann setur hann út á innkast sem Rúnar ætlar að taka. Rúnar með svakalega góð innkast. Já, hann ætlar að taka það stutt? Nei, takk þetta langt Rúnar. Hann setur þetta langt. Sér Joey. Hvað ætlar Rúnar að gefa hann? Hann gefur hann á Joey. Joey skallar hann hérna. Joey Gibbs. Elís hérna leysir úr þessu og þeir leysa við út úr þessu. Þetta er ennþá, það er gæði í þessu liði og maður sér það alveg. Já, svakalega leikur hérna á Háas Orkuvellinum. Fínasta tæklingan hjá Sindra Þór. Og innkast sem Keflvíkingar eiga. Hérna hægra meginn, neðarlega á vellinum. Davíð Snær. Slök sending og Slök sending á Davíð Snær. Davíð Snær góður sendingamæður samt. Sendingin hérna upp á hægri kantinn á Heiðar. En nema boltinn fer út fyrir andan mörk. Og það er markspyrna. Markspyrna fyrir Keflvíkinga. Getið tekið byrjur. Getið skokkað hringinn. Tekur hringinn? Getur alveg gert það sko. Þú getur alveg gert það. Markspyrna sem Sindri Kristín tekur. Heyr á límur Andrés. Já, það er flott. Heyr allir í þér. Já, það er gott. Já, afsakið þetta. Keflvíkingar hérna eiga aukaspyrnu. Bolti kemur hérna niður á Sindra Kristín. Sindri Kristín tekur hérna touchi. Sparkar hann fram. Nei, Stjörnumenn komast inn í þetta og þetta er fínt. Bolti kemur hérna í innkast sem Stjörnumenn taka þetta fljótt. Bolti kemur hérna við eftir kanturinn. Setur hann hérna. Hann er á vinstri kantinum. Kattar hérna aðeins inn. Setur hann aftur út. Sendingin kemur hérna inn en þetta er vel gert að það hjá. Síðast þetta væri Davíð Snær en núna fer Sindri, nei, Joey Gibbs með bolta setur hann niður á Davíð Snær. Davíð Snær setur hann á Joey Gibbs. Joey Gibbs fer upp hægri kantinn hérna. Hann er með Ástór með sér. Ásbjörn ásakið setur hann á hann. Og hann fer hérna aðeins inn, setur hann á vinstri. Setur hann! Kían Williams! Já! 2-0! Kían Williams! Kían Williams er að setja hann hérna. Kían Williams. Með fínt mark hérna eftir... Það er 2-0 Keflvíkingar. Það var fín sókn hérna. 2-0 Keflavík. Joey Gibbs hérna með boltan á hægri kantinum. Fær síðan Ásbjörn hérna með sér og Ásbjörn með þessa fínu fyrirgjöf. Sýtt þetta að vera hann hérna sem var með þessa stóðsendingu. 2-0. Og Ásbjörn hérna með þessa góðu fyrirgjöf.
Sýnist þetta að vera hann. Marley Nokkuð bent viss á um fyrir þetta 2-0. Og Kian Williams. Það er nú lítið sem hann þarf að gera hann til þess að setja hann inn, en hann gerir þetta vel, klárar þetta vel. 2-0 Keflavík. Þetta er rosalegt. Kristófer og Frans þarna í baráttunni. Kristófer vinnur þetta þarna. Birgir er að ná sér í Setur hann annan þarna kaflasopan. á Heiðar á hægri kantinum. Heiðar setur hann inn í Davíð, þetta er léleg hreinsun þarna og Rúnar vinnur þarna aðeins. Já, ef náttúrulega Breiðablik í næsta leik, þeir eru ekki búin að vera mjög góðir í síðust tveim leikjum. Töpuðu 2-0 á móti KR og 3-3 á móti nýliðunum leiknum. Marley Blair var einmitt að benda á mig. Já. Marley var einmitt að benda á mig 2 út af hann sagði 2-0 Keflavík. Já. Hann benda á mig, en heyrðu, við getur allt gerst í hópbóltanum. Nákvæmlega. Stjörnum er búin að vera í basli með nýliðana. 0-0 gegn Leikni og svo núna 2-0 gegn Keflavík, en leikurinn er hins vegar ekki búinn. Þeir verða að klára þetta. Ég náttúrulega sá ekki markið á Kim, var þetta gott mark? Þetta var flott mark, þetta var bara fyrirgjöf inn í og hann klárar bara með tekur írsta skot og klárar. Gott skot eða bara skilur? Bara hitt hann. Bara tappinn? Já, bara tappinn, já. Ok. Basically. Heyrðu! Heyrðu, ég sé hvað er ekki þetta? hérna. Skipting hérna! Óli Valur Ómarsson að koma inn á fyrir Kristófer Konráðsson fyrir út af fyrir leikmann 4, Óla Val Ómarsson sem er bara 17 ára gamall. Verður 18 ára þess ári. Mjög ungu leikmaður. Fættur árið 2003. Nei, öðru ári í Fjölbraut. Já. Alveg svakalegt. Ungu leikmaður. Fættur 2003. Heyrðu! Nacho Herra skattar þetta í burtu. Heyrðu! Svakaleg tækling hjá! Svakaleg tækling hjá hana Keflavík og Stjarnan er aukaspyrnu hérna á miðsvæðinu. Ég sá það ekki, ég held að þetta hafi verið hann. Nei, ég bara veit það ekki sko. Ég hef ekki hugmynd hvað þetta var. Heyrðu, Stjörnumenn, það takist aukaspyrnu hérna. Stjörnumenn taka aukaspyrnuna. Og Nacho Herras nær að sparka sér burtu. Ástbjörn leipur upp hægri kantinn. Með mann með sér. Reynir að gefa hann yfir á Joey Gibbs en það virkar ekki. Nú var frábær leikurinn á HS Orkavöllunum í Reykjanesbæ. Virkilega skemmtilega leikur, eins og ég lofaði ykkur fyrir leik að þetta myndi vera mjög skemmtilega leikur. Mjög góð leikur hérna. Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Nei. Gott að fá sér kaffi. Já, þú segir. Já, kaffibólla, koma manni Í stand. Já, menn það er smá orku þegar maður er að lýsa svona leikjum, sko. Nákvæmlega. Það er að fá smá koffín og svona. Hónspinna sem að Keflavík er að fara að taka hérna, Rúnar Þór Sigurgeirsson er að fara að taka hana. Rúnar Þór, gefur hann inn í, Stjörnumenn skalla hann í burtu. Kian Williams nær boltanum með mann í baki. Flottur snúningur í Ástbjörni, en Stjarnan... Nei, þetta var Rúnar. Nei, var þetta Rúnar? Já. Það var Rúnar. Flottur snúningur á Rúnari. Rúnar reynir að fara inn á henni. Rúnar Þór með 3 menn í sér. Gengur því miður ekki. Kassan á miðjunni. Hilmar. Með ágæti sendingu þrátt fyrir það að Nacho Herras nær boltanum. Nacho Herras á boltanum. Nacho Herras. Reynir að gefa hann á Joey Gibbs. Ekki nógu góð sending. Joey Gibbs nær hann þrátt fyrir það. Og það, HA?! Hvað rugl er þetta, dómari?
Dómari. Segir dómari ekki að standa sig, maður. Hann er ekki að spjalda rétta menn og svona. Jöfnir sálfiti, maður. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, dómari leiksins í dag, ekki að standa sig nógu vel. Aldrei brot, maður. En allavega, stjörnumenn eiga aukaspyrnu en að... Hvað ætla markmaðurinn að taka þetta, eða? Valla. Þeir eru nánast bara við miðlínuna hægra megin. Jú, mér sýnist Haraldur Björnsson, markmaður Stjörnumanna, vera að taka þetta. Hann kemur með hérna Frans skallar hann, já. Frans skallar hann. Boltinn hérna vinstra megin. Boltinn á vinstri kantanum og... Innkast af Stjörnumenni, já. Tristan Freyr Ingólfsson, er hann ekki að taka innkasti, ekki? Sér það ekki alveg nógu vel. Tristan Freyr er að taka innkasti hérna. Hann er alltaf í vinstri bakverðinu. Já, hann er vinstri bakverðin. Hann er ekki búinn að vera sérstaklega góður í dag reyndar, en allavega hann ekki fyrri hálfleiknum. Bolti kemur hérna upp og... Agaleg sending. Skoppar hann og Rúnar nærum hana. Bolti kemur hérna. Ekki nógu góð. Fyrsta snerting hjá honum Kian Paul James Williams. Heiða setur hann hérna niður. Elís setur hann á... Ég sé ekki alveg hver þetta er. Hver er þetta? Ég sé það ekki. Það er allavega Ástbjörn. Ástbjörn! Næja þessari setting ekki en... Þeir eru í baráttu hérna. Sé ekki. Nacho. Sést eitthvað til þér en... Nacho Heras. Setur hann út í innkast. Sér Stjörnumenni á. Ástbjörn Þórðarsson. Góður leikmaður, getur spilað marga stöður eins og við erum búin að sjá í dag. Hann var að spila miðvörð síðasta leik, hann hefur búin að spila hægri bakvörð mjög mikið og svo er Rúnar að spila á hægri kantinn. Já, hann er búin að leysa vinstri bakvörðin þegar Rúnar er ekki. Já, það er alveg rétt hjá þér. Og já, hann er mjög góður leikmaður. Mjög gott sæni sem við keyptum hann frá KR, ekki? Hann var að Gróttu á láni í fyrra, frá KR. Við keyptum hann frá KR, mjög góður leikmaður, Ástbjörn Þórðarsson. Styrkir liðið okkar. Já, svakalega leikmaður. Þetta er bara svona James Munni á Liverpool. Getur spilað bara ef ykkur meiddur, spila hvaða stöðu sem er, sko. Já, og það virðist eins og hann sé bara stimplað sig inn sem byrjunar leikmaður. Já, hann mun byrja hvern einasta leik í sumar. Hann er frábær leikmaður. Rúnar Þór tekur hérna yngast í, vinstra megin. Rúnar Þór gefur hann að Joey Gibbs. Joey Gibbs fer alveg neðarlega á vellinum. Rúnar setur hann upp á Ástbjörn. Ástbjörn! Brotið á Ástbjörni! Dómari! Hvað er að gerast hérna? Heiðar setur hann hérna yfir... Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, ekki alveg nógu góður dómari. Hann er ekki að standa sig Mér sýnist að vera Tristan sem er með boltan. Já, þetta er Tristan, setur hann Tristan Freyr Ingólfsson, mikið búinn að vera að gera á honum í þessu leik. Eyjólfur á Emil hérna yfir aftur á Tristan. Tristan verður að kæra okkur, sko, við erum að tala svillum hann, sko. Tristan verður ekki sáttur, sko. Flottur leikmaður, en í dag hefur bara ekki verið góð dagur hjá honum. Ekki dagur hans í dag, sko. Allavega ekki í fyrri hálfleik. Hann er kannski aðeins búinn að stimpla sig inn í seinni hálfleik. Búinn að vera með... Má geta sendinguðuna rétt á hann. Já. Hættulegu bolti hérna og kemur innkast frá honum hérna. Tristan. Gott innkast. En Keflavík skall, þetta er náðu sér burtu. Vel gert hjá Keflvíkingum. Hann reynir skotið. Og hvað er að gerast hér? Hvað er í gangi hérna? Hvað er að gerast? Er þetta vítaspyrna? Nei, hann tekur skotið og... Já, við náðum í burtu. Svakalegt kaos hérna á Hósólkuvellinum, heyrðu! Sendi ekki hann á teginn! Hann tekur touchi. Stjörnumenn ennþá með boltan. Gefur hann. Og þetta er yfir. Svakalegt kaos hérna í þessum leik. Elís er alltaf skotið hann yfir. Þetta var fínasta sókn. Þetta er svakalega spennandi leikur. Já, þetta er æsið spennandi. Núna kannski krafturinn aðeins komið niður á fyrst mér. Svona... Þetta er æsi spennandi hérna. Sindri Þór liggur hérna eftir meiddur og þeir koma hérna það bil 30 mínútur að fá sér vatn. Það bil það eru 60 mínútur búin á þessu leik, það bil hálftími eftir á þessum leik, allt getur gerst 30 mínútur fyrir Stjörnumenn til þess að skora 2 mörk. 30 mínútur meira en nú, meira en næði tími. Ég spóði 2-2
Vonum ekki. Ég var ekki sáttur með 20 núna. Nei, alls ekki. Maður er bara mjög svekktur. Heyrðu, eins og hvernig myndirðu spá þessu leik, Andrés? Ég ætla að segja 2 eða 3-0. 2 eða 3-0 fyrir Keflavík. Já. Ég held að Stjörnumennum muni liggja á okkur svolítið hérna restina af leiknum. Sindri... Já, hann harkar þetta á sér. Þór Guðmundsson. Harkar þetta á sér. Harkar þetta af sér, eins og alvöru Keflvíkingur. En já, ég held að þið muni liggja á okkur svona svolítið restina af leiknum. Og ég held að við getum komið með skyndisókn til þess að... Til þess að setja 3. markið hérna. Keflavík þetta var búin að vera mjög góð leikur hérna á Keflvíkingum. Byrjuðu náttúrulega glæsilega sko. Já, svakaleg byrjun hjá Keflavík. Við erum búin að skora 3 mörk, það er 2-0 yfir. 2 mörk. Já, 3 mörk. Já. Við erum skora 3 mörk. Herru, Joey Gibbs er með boltann á miðjunni. Joey Gibbs, svakalega neðarlega, herru. Já, hann er að spila ekki... Er hann búin að skipta við Kian? Nei, hann fer bara niður. Hann er að spila falsa 9 eða eitthvað svoleiðis. Djúvill hann hraður maður, sjóstu hlaupið hans? Já. Joey Gibbs, mjög hraður leikmaður, mjög efnilegur leikmaður, besti leikmaður. Já, hann er bara eins og, er hann ekki Ástrali? Jú, að mínum að besti leikmaður Keflavíkur. Alveg eins og einhver kengur að þarna, hann er svo fljótur maður. Ég vil sjá eitt grjótart mark hjá Joey Gibbs. Já, margir með hann í fantasy-liðinu. Já, ég með hann í fantasy, hann verður að rífa sig í gangi fyrir að skora fyrir okkur. Það er margir sáttið með mark frá honum. Já, það verður margir, já. Það er góð spurning. Við tökum Ásbjörn. Ég er búinn að vera mjög ánægður með hann. Kían er hénmannlagsins. Davís Nær, hann er búinn að vera með sumar... Já, við sjáum bara hvað við getum... Við tökum Eysteinn, Ásbjörn og Davís, nei Kían, ekki? Ásbjörn var mjög góð, veistu það ekki? Ásbjörn var geggjaður. Geggjaður, í dag. Hann sker allt sínu, en hérna eru... Þetta er vel gert hjá Ísak Óla. Vel gert hjá Ísak Ólason. Ísak Óli kom náttúrulega hérna frá Danmörku. Skallinn fram hjá Stjörnumönnum, sýndist að vera Hilmar þarna með skallan. Já, markspyrna hjá sem Sindri Kristinn Ólafsson tekur. Nei. Tísfólk alfa gæi þetta maður. Alfa meil sko. Já, það var bolti hérna sem að Stjörnumennum, heyri, spurning hvort að dæma þetta? Já, hann dæmir hana. Hann dæmir brot á Þorstein Már Ragnarsson. Svona er þetta. Þeir voru hérna í skallabaráttunni. Hann og, hver var þetta? Var þetta Sindri? Ég sá það ekki alveg nógu vel. Ég sá það ekki heldur. En hérna Joey Gibbs setur hann upp á Kían. Kían með touch hérna Ari í hlaupinu. Vá, vel gert hjá Kían. En missir að Óli vinnur hann það. Og setur hann niður. Já. Síðan er Stjörnum að sækja hérna á vinstri kantinum upp. Heyrðu, Sindri stoppar þetta mjög vel og þeir bara fara upp. Sindri á hægri kantinum. Sindri. Það setur hann Ásbjörn. Ásbjörn kemur hann Sindra. Sindri, það er broti á Sindra. Dómari dæmir ekki neitt. Og Tristan setur langt upp. Heyrðu, en frábærlega vel gert hjá Sindra Kristinni. Sindri er búinn að vera flottur enn í dag. Já, mjög flottur. Gefur hann hátt upp að Rúnar. Rúnar setur hann bara í engast fyrir Stjörnumenn. Stjörnumenn taka engast við miðju. Langt ykkar svona, var þetta línkasti? Gelli að fá sér svona 7. kaffibollan. Já. Boltinn hérna, þetta er brot. Þetta er brot, já. Ísak Óli brýtur á Emil Atlasinni. Og hérna er aukaspyrna sem Stjörnumenn eiga. Nei. Og hver er hann meiddur? Er þetta Ísak Óli? Hann er náttúrulega hann er nýkominn úr meiðslum. Já, mér sýnist Ísak Óli vera að koma út af. Ísak Óli er að fara út af. Þetta gæti verið reynst okkur. Það gæti verið, hann gæti verið að koma út af og Magnús. Ég held að Maggi sé að fara að taka Maggi er að koma inn á, held ég. Já. Magnús Þór Magnússon er að fara að taka þetta á sig að fara inn á. Eða hvað, kannski mér sýnist hann bara að vera að harka á sér.
eins og Ísak Óla og Nacho Heras, Magnús Þór Magnússon. Já. Hann var besti leikmaður okkar. Já, hann er reynda búinn að vera middur. Hann er búinn að vera middur. Hann og Ísak búinn að vera middir. Ísak Óli farin út af fyrir Magnús Þór Magnússon. Mikil breytt í þessu liði. Nacho Heras, geggjaði varnarmaður. Magnús Þór Magnússon komur inn á fyrir Keflvíkinga. Og við stað hans fyrir út af fyrir Ísak Óli Ólafsson. Heyrðu, hérna er markspyrna! En shit. Það fyrir út af. Magnús Þór Magnússon. Svo erum við með Ísak Óla. Ísak Óla. Við erum með Rúnar, Ásbjörn, Sindra Þór. Við erum með svakalega breyttan í vörninni, ég meina. Já. Þetta minnum hann bara Manchester City þarna. Í enska boltanum. Olíuliðið sjálft. Afsakið City mann. Ísak Óli kemur út af og inn á kemur Magnús Þór Magnússon. Og hann fær fyrirlega bandið frá honum. Hann er að fara fyrirlega bandið. Frans Elvarssyni. Frá Frans Elvarssyni sem skoraði fyrsta mark Keflavíkur. Strákar, hvað fannst ykkur framkomu Ísaks? Hann skoraði fyrsta markið. Strákar, hvað fannst ykkur framistuðu Ísaks Óla í dag? Eftir að hann var búinn að vera í Danmörku. Hann var flottur. Mér varst það svona. Á köflum. Ég tók ekkert rosalega mikið eftir hún, en hann gerði bara sitt. Já. Það er alveg rétt hjá þér. Já, það er rétt. Stjörnumenn þurfa að rífa sig í gang. Ég veit að Silfurskeiðin syngur ekki mikið núna. Nei. Mikið hlóðið í þeim. Já. Kíkjum bara aðeins, hver er næsta leikur Stjörnunar? Ég man ekki alveg hvað þeir eiga í næsta leik. Vitið þið hvað er næsta leikur Stjörnunar? Nei, ég man það ekki. Enga hugmynd um það. Stjarnan, þeir gerum jafntefli, 0-0 jafntefli mútið Leikni. Já. Leikni Reykjavík, nýliðar sem Stjörnumenn eru alls ekki Já. Já. Sindri setur hérna Kian Williams fyrir utan en Daniel Laxdal vinnur hann hérna. Víking Reykjavík á heimavelli. Víking Reykjavík á heimavelli. Það er mjög sterkt. Boltinn hérna á vinstri kantinum. Já. Við megum svolítið ekkert vera að segja þetta í... Þorvaldur reynslu mikill þjálfari. Já. Þjálfaði 6 ár. Heyrðu, hérna er eitthvað í gangi. 6 ár í 19 landslið Íslands. Ari. Já. Já, ég er sammála. Joey Gibbs. En manstu hvað ég sagði fyrir leik? Þessi leikur mun bara svona segja svolítið til hvernig tímabili verði hjá Stjörnumenni. Vá, frábært hjá Ásbjörni. Ásbjörni laðar af stað á hægri kantinum. 2-2. Ásbjörn fyrir á vinstri. Daniel Laxdal með glæsilega tæklingu. Þetta er glæsilega tækling. Þetta er svakalega tæklingu. Jæja, herri, Stjörnumenn í sókninni. Bolti kemur þetta Óli. Óli. Skotið. Rétt framhjá. Ég fær framhjá. Ungi leikmaðurinn þarna klikkar undir pressunni. Einn á móti markmanni, setur hann rétt framhjá. Ekki. En já, hérna, ég sagði það, þetta mun segja til hvernig tímabili verði hjá Stjörnunni og ég held að þetta tímabili eigi eftir að vera svolítið erfitt. Já. Náttúrulega erfitt þegar þjálfarinn fer eftir einn leik. Já, eins og til dæmis, mér finnst þetta svolítið vera eins og ég man eftir fyrir eitthvað nokkrum mánuðum síðan þegar KR var spáð mjög góðu sæti. Ég ætla Heyrðu, afsakið þið sem eru að horfa að vera að hella kaffi hérna sko. Það er alltaf að náði Keflavík Stjarnan hérna. Heyrðu, ég ætlaði að segja ykkur það, KR það gerðist fyrir KR fyrir nokkrum mánuðum síðan. KR var spáð 3. sætinu eða ég var spáð sigri með þessum sumum árið 2016-17 eitthvað kringu það og svo voru þeir bara gekk voðalega illa á fjallu næstu. Lendu ég held ég í 9. sæti. Ég held að þetta verði eitthvað svoleiðis tímabili á Stjörnunni, mjög erfitt tímabili. Stjarnan er ekki að fara að falla, það er ekki fræðilegur, en þeir eru ekki að fara að challenge fyrir titilinn. Það er alveg á hreinu máli. Þeir verða í kringum 8. sæti. Þeir verða í kringum 8. og 7. sæti hann, eitthvað stað það sko. Ég held það. Það er samt það, ég spáði ángriðs 8. sæti. Ég held að ég væri bara svo káur ég spáði 5. sæti. Það? Já. Mástu... Já, við ræðum þetta eftir leik, þeir sem eru að hlusta. Já. Heyrðu, hérna er fastu boltinn á teig.
Fastur boltinn á teig hérna, Kían. Kían Williams. Mennir í honum, Rúnar Rúnar Þór. Fysikal. Ásbjörn býður hana, Ásbjörn, vill þú boltan í fætur? Rúnar Þór, gefur hann inn fyrir. Stjörnumenn, nei, þetta er það í gangi hérna. Bolti, og skalli og Haraldur Björnsson grípur þetta á stjörnunni. Axel Trúður, þú hlusta á þetta Axel? Axel Ingi Auðunsson, er hann í gönn uppi? Jú. Ég var að glæða hann. Já. Axel Ingi Auðunsson er auðvitað að horfa, þá erum við ekki sáttum með þig, sko. Nei, það er náttúrulega, þú skipst alveg upp á bak þar, sko. Nei, allavega. Hérna eru stjörnumenn að sækja leikmaður nummer 12 hjá stjörnunni. Heiðar Ægisson. Það er boltið hérna, en hann var rosa fastur fyrir stjörnumenn. Kaffabót, Þú verður að gera það núna, sko. Og kóti líka með bréf til þess að þurrka þetta. Ok, vel gert. En hér er allavega Sindri Kristján Ólafsson að taka markspinnu hérna. Stjörnumenn skall þetta en þráttur það ná Keflavíkumenn boltanum. Heiðar Ægisson setur hérna niður á Harald Björnsson. Haraldur hægir hans á þessu. Hann er Búið að vera mikið að gera hjá honum Haraldi Björnssoni. Markmanni Stjörnunnar í dag. Ásbjörn Þórðarsson. Að mínum þetta maður leiksins. Búinn að vera frábær í Frábær í þessu leik. Við þurfum að taka viðtal við hann eftir hann leik. Hann og Kían Williams. Það er brotið hérna. Brynja Gaut er að brjóta á Brynja Gaut er að brjóta Ásbjörn. Ásbjörn er brjálaður. Hann er alveg Ekki svart. Þetta er smá mjólk. Smá mjólk. Settu mjólk í þetta. Settu mikið mjólk. Já, ég fíla mikið mjólk í kaffið mitt, sko. Hvað sagðirðu? Já, ok. En allavega Keflavíkumenn að taka aukaspennuna. Hver er þetta? 24? Það er Rúnar. Rúnar Þór Sigurgeirsson ætlar að taka þessu aukaspennu, lítur upp fyrir sig. Hann er með Kían Pól Viljánsson hjá sér. Hvað ætlar hann að gera? Setur hendina upp. Stjarnan með þessa háu línu, þetta er hættulegt. Boltinn kemur hérna. Boltinn kemur inn fyrir. Skallaði burtu. Stjörnumenn á skyndisókninni. Ásbjörn vinnur þetta Ásbjörn Þórðarsson. Glæsilegt. Vá, hvað það var vel gert hjá honum. Ásbjörn Þórðarsson er búinn að vera frábær í dag. En hér er þeir komnir á vinstri kantinn. Óli með boltann hérna. Nei, hann missir honum og hann fyrir innkast. Hann missir boltann og Stjörnumenn eiga innkast. Nei, Keflvíkingar eða ekki? Nei, Stjörnumenn eiga innkast. Já, frábært. Herru, það er komað skiptingan hjá Keflavík. Númer 9. Leikmaður númer 9, Adam Árni Róbertsson er að koma inn á hérna fyrir... Er þetta Ari Steinn sem er að koma út af? Hver er þetta? Ari Steinn Guðmundsson er að koma út af hérna fyrir Adam Árna Róbertsson. Ari ágætist leik hérna á vinstri kantinum. Ekki búinn að vera mikið að gera á Ari Steini Guðmundsson í dag. Nei. Ekki búinn að vera mikið að gera á honum. Heyrðu, er Rúnar á hægri kanti eða núna? Rúnar? Nei, hver er hann? Hann er búinn að vera mikið að hægra með þér, sko. Hann er bara Já, það er rétt hjá þér. Er hann á hægri kantinum? Og Ásbjörn á vinstri baka það? Nei, ég veit ekki. Það getum tjekkað á þess aðeins. Leikmaður númer 15 hjá Stjörnumönnum er að koma inn á. Hann Þórarinn Ingi Valdimarsson. Og hver er að koma út af? Og líka númer 5, hann Kári Pétursson. Kári Pétursson og Þórarinn Ingi. Það kemur hérna innkast, þetta er langt innkast sýnist mér. Já, langt innkast sem Stjörnumenn taka. Þetta er Ásbjörn með skallan hana. Ásbjörn, skallan í burtu. Ásbjörn neglir honum hann í burtu. Ásbjörn neglir honum í burtu. Joey Gibbs, nei, hann skallaði þetta. Já, flottur skalli á Joey Gibbs, Sindri Þór. Það er skallakásin á miðinni. Adam hann á sprettinum. Hver er með boltan hana? Þetta er Sindri. Þetta er Sindri. Sindri gefur hann inn fyrir. Hann grípur í það. Haraldur Björnsson með góða leik í markinu í dag. Grípur þetta. Nacho skallar þetta hérna og Frans Elvarsson vinnur þetta glæsilega. Frans Elvarsson vinnur boltan. Setur hann á Adam. Nei, þetta er slök sending hana. Stjörnumenn eru með boltan hérna. Stjörnumenn með boltan. Hérna Hilmar með sendingun inn fyrir Hilmar. Þetta er ekki Sindri nógu góð Kristján bolti. Ólafsson grípur þetta. Á glæsibræði.
Frans setur hérna. Frans Elvarsson, ekki búinn að- Slök sending, önnur slök sending hérna hjá honum, Ömurleg Fransa. sending hjá honum Frans Elvarssoni. Ekki nógu gott. Frans Elvarsson búinn að vera slagur Sindri þrátt fyrir að sparkar skora honum í stjörnum og Keflvíkingarnir fá innkast. Þetta Ertu var ekki vel gert hjá sammála honum. Heyrðu, Tristan var alltaf að koma út á þarna Hver er að fyrir annarkot leikmanninn sem var komin á hann. Kári Pétursson og hann var Tristan Freyr Ingólfsson var að koma út á núna. og ég sá ekki hinn Ertu ekki sammála? leikmanninn. Frans er ekki búinn að vera sérstakur svo. Finnst það? Já, hann búinn að Hann skoraði náttúrulega mark, en skilur hann var fínn í fyrri hálfleik. Já, hann var góður í fyrri hálfleik. Hann verður aðeins Já, bara að rífa sig í gang hérna. rífa sig í gang. Óli með boltan hérna. Fyrir hérna á vinstri, tekur skotið. Og- Nacho fer fyrir þetta. Vel gert hjá Nacho hérna. Heras. Nacho Heras. Gefur hann á Rúnar Þór Sigurgeirsson. Sem Rúnar neglir Þór honum bara upp. Sigurgeirsson. Neglir honum Dundrar honum fram. Adam missir af Adam boltanum. Árni, ekki nógu vel gert hjá Andra Mórna. Hann er ekki að skalla boltan. Leikmaður nr. 9, Daniel Laxdal. Með boltan. Daniel Laxdal gefur hann á leikmaður nr. 21. Elisa Björnsson. Hver er boltan núna? Stöðnum ennþá á boltanum. Hilmar missir hann hérna og Magnús Þór Magnús tekur hérna, Þór setur hann á Magnússon. Árna. Gefur hann Nei, á Adam Árna Adam. Róbertsson. Adam Árni, gefur hann á Ástbjörn. Ástbjörn lítur upp fyrir sig. Gefur hann á Joey Gibbs. Joey Gibbs með Kian Paul James Williams með sér. Hvað ætlar Joey Gibbs að gera? Joey Gibbs Setur gefur hann á hann á Kian Kian Paul Williams. James Williams. Ekki nógu góð sending. Kian. Kian Williams lítur upp fyrir sig. Kian Williamson gefur hann til, nei Kian Williams gefur hann tilbaka og Davíð Snær. Hver er þetta þarna? Rúnar Þór. Rúnar. Missar hann út af. Keflavík innkast. Heyrðu, Keflavík. Og Stjarnan er með bolta núna. Stjarnan, Stjörnumenn. Stjörnumenn keyra hratt upp núna. Stjörn á vinstri kantinn. Stjarnumenn gefa vinstramegin, Stjarnumenn vinstramegin. Heyrðu, hann er Ó, að ekki nógu vel gert hjá Sindra Þóri, hann tekur skotið. Það er stöngina. Það er stöngin. Og setur hann á stöngina. Það er stöngin. Keflavík gefur markspunni. Hann fór illa með það þarna, vinstri Svakalegt kantur skot hjá vinstri kantmannum á Stjörnunni. Mjög illa með á... Hvað? Á 9 mínútur eftir af venjulegu leiktíma hér á HS Orkuvellinum í Reykjanesbæ. Keflavík 2, Stjarnan 0. Svakalega góðu leikar á Keflavík. Já, heldur Í kvöld, já, við byrjum þetta bara fyrsti heimarleikurinn okkar 2-0 sigur mútið Stjörnunni. Nei, ekki sigur. Það verður nei, þú mátt ekki segja það strax. Við getum ekki sagt það strax. Hérna erum við bara... Það er 9 mínútur eftir með venjulega leiktíma en svo er náttúrulega bætt heldur, það er bætt alltaf í Ég var samt að ráða það, ég var að ræða það hversu Keflavík var að bæta sig í uppspili. Já, ég er alveg sammála Eða þér. ekki? Jú. Þeir voru bara, vá, þetta var bara ekki fyrir 3 árum, þetta var ekki í leiknum hjá Keflavík, sko. Hvað? Þetta uppspil. Bara, já, bara með 4 stig í deildinni. Ég held að við séum bara að fara að koma með meira uppspil, bara að spila boltanum upp frá markmanni. Heyrðu. Já, ég meina, Keflavík síðast er að vera í paustdeildinni, gekk ekki eitthvað sakalega vel. Bara örugglega versta tímabil sem hefur bara verið í sögu paustdeildina, bara á einhverju liði, sko. Já, akkur það sem Andrés Kristinn segir. Þú kannski segir þetta einu svona? Þið slóðu, hvað? Þið slóðu sitt eigin með allir á 2018 með 4 stík sem var fyrir 2015, þá vorum við með þetta ekki? Þá vorum við 10 stík. Já, 2000... Komum við hérna aftur í deildina 2018 þessum 4 stík. Já, 2018 komum við akkurat, vorum að kemja mútið Stjörnunni, fyrsti leikur mútið Stjörnunni á Stjörnuvellinum, gerum 20 jafntefli, glæsilegt jafntefli, ég var náttúrulega ekki dæðilega kláður, ég var bara, heyrðu, ég ætla Keflavík bara að vinna þessa deildi það. Nei, það var bara alls ekki svoleiðis og við fengum 4 stíg, slóum okkur eigið met, við vorum bara með mjög stíg sögunar. Spurningin er, hvað eru margir að horfa á streymi? Já, nú höldum við okkur uppi, ég ætla rétt að vona það, sko. Já, hér eru menn að hvetja stuðningsmenn Keflavíkur æstir og glaðir með stöðunni eins og hún er akkurat núna. Heyrðu, Keflavík, heyrðu, mikið stuð í stuðningsmenn Keflavík. Sem er ekki skrítið, náttúrulega, við erum að vinna 2-0 á móti góðu Stjörnuliði hérna. Heyrðu, hérna. Er þetta frekar slöku Stjörnuliði eins og er sko, en alltaf hana. Heyrðu, Joey Gibbs, hvað er hann að gera? Joey Gibbs, þetta er bara brot! Þetta er gult spjald, þetta hlýtur að vera gult spjald. Spjaldaðan dómari, koma svo. Þetta hlýtur að vera spjald. Æ, dómari! Er hann að spjalda hann eða? Hann spjaldar hann ekki, hann er ekki spjaldað hann. Vilhjálmur Alvar
Ertu að fokki hvað er hann að gera? Hei, rólegur. Viljón. Já. Já, heyrðu. Viljólmur ekki standa sér sem dómari. Heyrðu, Keflavík. Heyrðu, Ásbjörn! Ásbjörn með skotið. Ásbjörn með skotið. Strákar, Ásbjörn er að fitta svo innilega vel í Ásbjörn er ekki dægilega góður leikmaður. Ég vil sjá hann. Ég vil sjá hann byrja ykkur með einasta leik bara. Hann er bara alveg geggjaður í þessu. Frábær leikmaður, ekkert eðlilega góður. Sterkur og hlútur. Stjörnum er bara, ég hef sjaldan séð á svona Já, ég hef aldrei flagga sko. Það er eins og séu hræddir sko. Já, þeir eru bara með lítið sjálfstraust sko. Já. Hérna eru Ásbjörn. Vá, vel gert. Heyrðu hérna skotið en það fer heiminn átt yfir. Jú, betra lið vinnur. Það er Keflavík í dag. Er það ekki? Keflavík búinn að vera betra lið í dag. En heyrðu, þetta er ekki alveg búið. Heyrðu, hvað er margar mínútur eftir? Ef við reyna að ná því þá, strákar. Ef við ekki reyna að ná því þá. Ekki nema 5 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Það er hrikalega spenna í þessu. 2-0 Keflavík. Jú. Við finnum einhverja. Jæja. Hér er Pétur. Síðan má chatið endilega skrifa Kári Pétursson. hvaða leikmann þið viljið fá í spjall. Daniel Lagstad Chatið má endilega setur hann hérna. Þið má endilega skrifa í chatinu fyrir neðan vídeóið eða Þeir hérna eru sultuslagir, senda boltan hérna á milli. Hvað þið viljið sjá? Hilmar missir boltan og Kían neklur hann bara í burtu. Joey Gibbs. Heyrðu, hérna er brotið á honum. Það er bara feltan. Þetta Við erum ekki wrestling. Já, gróir hérna í lokin aðeins. Mjög gróður í lokin. En við erum að spila hópbolta, við erum ekki Hér er spilað wrestling. Heyrðu, hér er Nacho Heras. Nacho Heras hérna aðeins á vinstri kantinn. Kían á miðuna, heyrðu, vá, hérna, þetta var Flottur snúningur. Heyrðu, Birgir Leyla er bara fyrir mér hérna. Við sjáum Ég er sammálaður, mér skíðan bara og Ásbjörn maður. Heyrðu, við skulum ræða þetta eftir. Það er bara eitthvað til þess að ræða þetta. Tökum þetta eftir. Sindri setur hérna upp en það er innkast síns já, innkast þarna, svo stjörnmenn vinstra meginn á vellinum. Setur hérna stjörnmenn halda hann hérna vinstra meginn og setja hann síðan hérna góða settingu yfir en Rúnar setur hann beint á stjörnumann. Heyrðu, hérna er Hilmar, nei, þeir missa nú og Keflvíkingar komu sér aðeins ofar. Það er smá vesen hérna, vindurinn á mótið þeim. Hérna er 5 mann að taka hérna Kári Pétursson. En þetta er hotspinna. Já, setur hann í Keflvíking og ef þeir setja núna þá getur þetta verið sterkt múf fyrir stjörnumenn. Við verðum að fá að verjast þessu. Það er ennþá 3 mínútur eftir að venjulega leiktíma. Ef þeir skora núna þá fá þeir sjálfstraust og það getur leitt í annan mark. Nákvæmlega. Við skulum bara vona að við höldum hreinu út leikinn. Heyrðu, hann er kominn, Haraldur er kominn í teginn, markmaður stjörnunnar. Haraldur, markmaður stjörnunnar. Heyrðu, drífið ykkur, drengir. Já. Svo brunar aftur í markið. Þeir gera 2 skiptingar hérna. Stjörnumenn. Þeir taka 2 eru ekki búin að gera 2 eða? Jú, það eru 5 skiptingar. Ok. Gott fólk, þið með endilega láta okkur vita hvað þið viljið fá í viðtal eftir leik. Endilega setja bara niður í komment. Setja það í live kommentin. En allavega Ásbjörn Þórðarsson. Innkast og það er á skiptingarnar. Leikmaður nr. 18. Inn á koma leikmenn Sölvi Snær Guðbjörgsson. Og Björn Berg Brite. Já. Og hver kom út af? Leikmaður nr. 21 og 20. Það eru Eyjólfur Heiðinsson og Elísa Björnsson sem eru að koma út af. Fyrir Sölva Snær og Björn Berg Brite. Já.
Frans setur hann upp á Joey Gibbs. Joey Gibbs setur hann niður á Sindra Þór. Sindri Þór fer hérna hægri kantinn. Setur hann Sindri upp Þór! á Adam. Adam Máni! Þetta er fínast í varnarleikur þarna. Ég veit ekki. Heyrðu. Stjörnumenn, já, þeir eru ekki búin að vera nógu góðir. Stjörnumenn, Silfurskeiðin ekki sátt, Silfurskeiðin bara... Já, þeir eru niðurdregnir í dag. Nei, þeir eru alls ekki í góðu skapi. Já. Þeir í Silfurskeiðinni. Haraldur Björnsson tekur hérna aukaspyrnu. Byrju, sést í okkur núna eða? Er það? Neglir honum og... Ekki? Óli með boltan. Setur hann á vinstri. Og það er innkast. Venjulegur leiktími er að renna út hér. 90 mínútur komnar á klukkuna. Hvað er í uppbótartíma? Það eru 3 mínútur. 3 mínútur í uppbótartíma. 3 mínútur bætt við hér á Ás Orkuvellinum í Reykjanesbæ. Þeir eru hérna á hægri kantinum. Þetta er vel gert. Er brotið það? Heyrðu! Það er brotið á honum! Mjög tætt, heyrðu, ef ég væri Stjörnumaður væri ég ekki sáttur. Heyrðu! Heyrðu! Brotið á Joey Gibbs hérna. Út af bara með þig! Mjög tætt, heyrðu, ef ég væri Stjörnumaður væri ég ekki sáttur. Heyrðu! Heyrðu! Brotið á Joey Gibbs hérna. Út af bara með þig! Björn Berg, hann er að brjóta á Joey Vittlesingur Gibbs. er þetta maður. Nýkominn inn á og brýtur á honum bara. Spjaldaði manninn maður. Maður leiksins, Ásbjörn Þórðarson. Ég gæti ekki verið meira sammála. Ég gæti ekki verið meira sammála. Ásbjörn Þórðarson mun að vera frábær í þessu leik. Spilaði miðvörð í síðasta leik, færi sig yfir á hægri kant. Það er nú aldeilis breyting. Og er búinn að spila eins og einhver. Hann var rosalegur. Já, hann er búinn að vera frábær. Hann er búinn að vera frábær í þessu leik. Ég myndi ekki eins og segja að hann væri í hægri kantinu sko. Hann var allstaðar. Hann var allstaðar. Það er bara málið. Frábær í þessu leik. Já, hann er geggjaður. Frábær leikmaður. Gætur örugglega spila bara frammi sko. Nei, alveg tala. Hann gæti spila einn í þessu lið. Hann er svo góður. Hann er frábær. Já, hann er bara... Ásbjörn Þórðarson. Hann er með boltan hérna, setur nú... Búinn að vera mjög gott sæning. Mjög gott sæning sem að Keflavík að gera. Algjörlega. Einu sem maður þarf að gera núna er að klippa á sér hárið, þá er það bara fótbolti. En það ekki? Nei, ég segi svona. Fjallmyndalegur. Rúnar hérna setur hann á Kia Borges Williams, gefur hann niður. Og Rúnar, Adam, þetta er aðeins og setni í tekníkuna en hann harkar þetta svona. Nacho Heras! Neglir hann minnu. Heyrðu! Bolti kefur hérna. Uss. Ég held að maður myndi að fara í bíl sko. Já. Nei, en heyrðu, allavega. Hvað er í gangi hérna? Hann fellur, dettur það á skotið yfir. Ísak Óli, ánæður með þetta. Ánæður. Ísak Óli, sáttur með leik Keflavíkur hérna í kvöld. Áhorfendur sáttir með stuðuna. Syngja áfram Keflavík. Já, Keflavíkur, stuðningsmenn Keflavíkur syngja þetta á Trælandi þarna í stúkunni. Svakalega glaðir. Annan Silfurskeiðin sitja þarna leiðir. Nei, Silfurskeiðin er farin. Já, Silfurskeiðin er að fara. Er hún farin? Hún er farin. Silfurskeiðin. Silfurskeiðin er farin bara, heyrðu. Silfurskeiðin ætlar ekki að láta bjóða sér þetta. Þið ætlar ekki að láta bjóða sér þetta. Nei, stjörnumenn hérna. Óli setur hann hérna á Björn Berg. Magnús vinnur þetta vel og þeir eru komnir í skyttisóknina. Nei, Daniel Laxdal vinnur vel tilbaka. En Frans Elvason hérna hægir aðeins á þessu reynslumikill leikmaður. Frans Elvason, Joey Gibbs. Joey Gibbs verður að fara að skora. Ég veit mútið Breiðablik, eða ekki? Hann setur tvenn í næsta leik. Er hann á heimavelli eða? Ég er ekki viss. Heyrðu, það er leikslokka! Keflavík 2, Stjarnan 0. Frábær sigur á Keflavík. Keflvíkingar komnir á blað. Alls ekki í síðasta sæti lengur. Komum með 3 stig. Shit, hvað ég glaðið maður. Fyrsti sigur Keflavíkur í Björnsdeildinni síðan árið 2015. Já, það er rosalegt. Það er rosalegt. Við erum ekki bara að vinna í Björnsdeildinni síðan árið 2015.
Já, við viljum fá Ásbjörn Þórðarsson, sko. Já. Svakaleg, hann var svakalegur þessi leik. Og Kían, ekki? Jú. Ásbjörn. Ástbjörn. Og Já. Kían. Vá. Heyrðu. Frábær sigur Keflvíkinga. 2-0. Stjörnumenn farnir heim, pirraðir, vel reiðir. Já. Já, skil það vel. Já. Ekki búinn að keppa móti Já. All I do is Heyrðu. Þetta er glæsilegu sigur Keflvíkinga. Sjá hvernig ég klappa. Ég klappa eins og okkur fiskur, sko, ég bara... Og þeir fagna sigrinum með áhorfendum. Sjá, ég næði ekki að klappa rétt, sko. Já. Svo kalt hérna. Það er kalt hérna í Keflavík. Já. Heyrðu. Einar er að fíla þetta. Einar er í stuði með Guði. Heyrðu, en stjörnumenn hérna búin að ná 1 stigi úr 2 leikjum á móti nýliðunum. Aðdáendur stjörnumanna þegar þeir hafa örugglega bara verið glaðir alltaf en náðu bara 1 stigi. Hvað heitirðu? Afsakið, hvað heitirðu? Kristl og Einarinn í góðu stuði. Allir í glaði stuði. Dansandi og trallandi. Allir í stuði eftir sigur Keflvíkinga. Já. Frábær sigur í Keflavíkina. Heyri strákar, þurfum við eitthvað að ræða hver var maður leiksins? Ásbjörn Þórðarsson, bara punktur. Hver var á eftir honum, hver var? Kían Bóls Williams, frábær leik. Þau voru 2 klassaleikmenn þarna. Besti leikmaður í stjörnumönnum, einhver sem að stóða uppur hjá okkur. Ég ætla að segja Haraldur Björnsson og Daniel Laxdal að nýverðinu. Daniel Laxdal, mjög góð, Daniel Laxdal, frábær í sleik. Já, er hann miðvörður? Reynslu mikill. Er hann miðvörður eða? Er hann miðvörður? Já, ég held það. Hann spilaði miðvörður í síðasta leika þá. Hann er númer 9 samt, sko. Já, ég veit það. Skrítið. Það er pínu skrítið. En, við erum bara að klappa við þeim. Flotti sigur. Hann er með 3 stig í Pepsi-deildinni hérna. Já. Við erum að tala um Ásbjörn. Ísagóli, vel sáttur. Já, frábær sigur og... Þeir eru ekkert eðlilega glaðir. Þeir eru manna öskurinn í þeim. Já. Allir sáttir. Allir Keflavíkamenn sáttir. Eftir fyrsta sigur hérna. Síðan 2015. Já, það er svakalegt. Já. Svona. Hanna. Stundum sem Keflavíkur. Vel sáttir eftir hann leik. Sindri Krist Ólafsson hleypur af gleði inn í vellinum. Nákvæmlega. Svakalega glaður með hann leik. 3 stig í hús. Heyri. Við erum sko sennilega ekki lengur á botninum, sko. Nei, svo sannlega. Nei. Já, tökum úr. Er það ekki? Einar, pásu. Yes. Ok, heyrðu, stutt hlé. Blessaður. Við erum eitthvað að setja þetta í kaffið, sko. Hvað erum við að setja þetta?